95 blöður hafði göngu sína á þessum, ég ætla að segja bara geggja föstudegi, 3 heimskir heils ykkur á. Það er nýtt, blóndar, 3 heimskir. Það var eitthvað sem kom inn á hana punktundaginn og mér fannst það svolítið til í honum. Já, ég ætla að segja það með þess að. Ég sagði basically að það voru 3 heimskir alltaf í uppdegin. Já, og ég ætla ekki að láta það festast en ég ákvað að kynna okkur þannig inn hér í dag og ég ætla að byrja sem fyrr, því að það er mjög merkilegt að vera fyrirlið eftir 95 blöður. Er það ekki? Já, en ég ætla að byrja á honum. Hvernig er fyrirliðin okkar? Ég man ekki eftir að vera betri. Þú ert með bandið á þér. Rétt. Það er tilbúið. Og það er sól á þróttaramerkinu sem gleður mig mikið. Sól er spólgraðu núna, það hlýtur að vera. Er ekki loksins bara komið sumar? Sumardagur fyrsti var daginn, það var nú ekkert. Það var ekki snjókum komið sumar. Það verður ekkert sumar byrja jafnvel. Það er búið að vera 2 bara tveggjastu tölu dagar síðan sumardagur. Áttum þetta líka skil. Er það ekki? Það finnst mér. Þetta er COVID og allt þetta ógeð. Global warming. Ég er í einhverjum rosalugum gýr. Það er eins og sé alltaf bara landsleikur í handboltaðinn í höllinni. Við sjáum alltaf endalist að bílum er að beigja. Það er verið að bólusetja loksins. Þórólfur fekk sprautu í bakið bara í vikunni. Það er rosalega. Það var tolleraður. Já, tolleraður, það var klappaður upp og eðlilega. Er hann king að þér núna? Já, þetta verður rosalega mikið svona love, hate relationship sko, hann veit ekki af þér með Þóról sko, þú veist. Ég elska hann og svo hata ég hann. Hefur hann sendir eitthvað messenger eða? Nei. Jú, það hefur hann gert það. Nei, þú skemmt það. Ok, ég er ljúið erindar. Ok, en sko hann sendið mig heim í stofu. Af því að mér finnst, má ég kalla hann Tóta? Nei, ég þekki hann ekki. Mér finnst Þórólfur einhvern veginn ekki típan til að hlusta að finna í fyrir blöð. Nei, ég veist, en ég, þú veist, ég kann, málega ég get ekki verið illa við Þóról. Nei, ég sé það bara í TV. Ég hlusta öll viðtöluðan, sjónvarpinu og útvarpinu. Þú ert okkar sérfræðingurinn að það er að gefa COVID. Ég elska COVID-fréttir. Ég hef ekki mistað viðtöluð Þóról. Og ég kann mjög vel við hann. Þess vegna er þetta erfitt fyrir mig þegar að sendi mig heim í stofu og lokar gimmunum þegar að, þú veist, fólk er ekki að smitast í gimmunum. Gerir mig pyrra, ég veit ekki hana, það pyrra mig sko. Já, en það er orðan einhverja viku sem þú kallar hann að clown. Er hann ekki king í dag? Hann er kongur í dag. Já, gott. Og líka búið að gefa skinn, basically sögðu að þú ætla aldrei að herða aftur, að maður bara slaka á þessum. Já, það eru góða fréttir. Það eru virkilega góða fréttir. Og ef þú eru að fara í 100 manns í byrjun mæ, sko mæ er á morgun bæði við, það þýðir þetta hólfarusl í gimmunum er vantarlega off. Já. Það er ekkert leiðilega en þessi hólf. Og svo er hvað, júni er öllu aflétt. Sko þetta er bara veistlan er það. Bara, veist. Það er ekki búið að cancel það er áður við höldum áfram að kynna inn markmann þáttarins. Þannig að þetta er Steinþór Róa Steinþórsson. Ég sónaði út með þetta svo leiðilegir. Tala um þess að veru. En ég er fróandi góður og fyllandi fít. Það er gott að heyra. Já, ég Nei, mér er bara strákar. Þú veist, hvað er meinið maður? Það er komið sól, það er komið sumar, brefin eru græn. Og við eigum ekki vera með smá dematíl í lónum. Já, nú veist. Það væri bólgur hræðislega í gangi núna. Já, fólk er náttúrulega hrætt við það. Það sem er að hræðast þetta. Verðbólgu hræðislega. 2 litla góða ég sá 2 svona pissubletti á Steinda í hádeginu. Er það út að verða? Já, málega, hann hefur sýnt undanfarið að hann er með diamond hands. Ég er að fá þetta frá Agli sem er búin að vera í brefunum frá 2012 og það takt þetta kottanblöð. Nei, ég á staðfest sko, ég get komið upp við Steindi. Já, verðst ekki að því. En ég set on the line spjall okkar á milli á Messenger. Já, er það ekki algjör óþægilegt? Ekki gera það, ekki bara leka spjalli. Það myndi eiginlega svolítið diamond hands fyrir honum. Já, þá myndi ég vera pappi. Ég var pappispessan í viku, ég veit ekki það. Ég var pappispessan sem gast ekki selt brefið. Hann misti hausinn nokkur sinnum. Já. En málega, hann var samt ekki pulling the trigger, skilur, í geðvíkinni. Algjörlega ekki, ég er long term maður eins og brefin og eins og ég hef sagt drengir, eins og ég hef sagt bara margóft. Það er núna bullandi meðvindur. Það er húpa búpa og lakrísrör veður og við erum að láta þannig. Já, ég er spáð að senda núna á 1. maí á morgun. Já, fólunum sprautaður. Sko, næstgraðasti þróttarlandsins. Hver er það? Sem er Björn Hlynur Haraldsson. Er hann næstgraðasti? Já, málega hann er rosalega graður sko. Hann er fellow actor og við erum góðið félagar og við erum að bodybuilding partners og við liftum stundu saman svona. Nú ætlum ég að senda bara á hann. Sælgamli, byrnaði, ég ætla að senda núna. Ertu graður? Hvernig ertu frá 9 til 10? Ertu graður? Nei, 0 til 10. Byrnaði, ertu graður?
Ég ætla að senda á hann, þegar málega við erum alltaf, sól alltaf að fá the heat. Já, þú veist bara að dreifu sæðis. Þróttur og það hann á 6. Er sól á þróttur og það hann á 7 börn og... Já, sól, þetta grýðist það? Já, það glampandi sól, það bara... Nei, ég getur ekki kallað þetta glampandi. Og ég var að senda á Björnlinn Haraldsson, Hollywood actor, sælgamli eftir gráður. Og ég mun upp þetta þjóðina hvað svarir fáum. Bættu við bara prósentu. Í hvað þú veist, gefðu mér 1-10. Ég set ekki að flækja það, ég fæ bara já að nei vantarlega, þú veist það ekki. Já, en sko talandi... Viltu heyri, ef að ringi Sóla? Ég er alltaf til að ringi hann. Hann hefur bara rosalega takmarkan áhuga á því, þannig að ég heldur að hann að sleppa því. Já, hann hefur ekki engan áhuga. Ég veit að, og frúin ekki heldur. Þau hafa hvorug áhuga á þessu. Hann ennist ekki lengur það? Ég er svona gruna ekki. Ég held að hann hef ekki haft áhuga á þessu bara frá byrjun. Hann var að segja nei. Graut Hlinur, sagðan. Ekki sem Graut Hlinur, Graut Hlinur. Sem er að great comedy. Hann er að comedy genius. Þú veist að segja helgin. Nei, Graut Hlinur. Nei, Graut Hlinur. Er það helgin slæm? Það er ekki góða fréttir fyrir helgin. Já, sko, nú þurfum við að heyra í Sóla. Sko, þannig að næst graðasti þróttur landsins er Graut Hlinur. En hver er þriðji graðasti þróttur landsins? Ég myndi alltaf að vera Gunni Helga. Er það Series 4 það? Gunni Helga er... Series 4 er 5 bróð tvita frá 1967. Já, hann er helviti graður. Það hefur ekkert með Greta að gera. Er það ekki? Series 4, er hann ekki bara... Það var í Message-klubb. Er hann ekki bara grunnskóla? Mér og partíansa og geðsmenn og... Já, ég veit alveg hverju voru í það. Ég þekki gengið. Já, menn við tókum gott spjallum þetta í síðasta. Já, menn hann höndlaði svo champion þegar lendi mér hostile crowd á Hestamannamótum. Hann er alltaf frontmaður og söngveri, hvað gerði hann? Hann höndlaði alltaf like a champion. Herða, við vorum að ræða á Diamond Hands. Þetta er eitthvað sem við hefum ekki rætt áður í þættinum, en ég heyrði sögu, ég veit ekki hversu mikið er til í henni. Hvað er með hana? Okkar ástkæri og einn af mínum uppást, Rikki G, er hann með Diamond Hands, Egil? Hann er með paper hands. Já, hann er með paper hands, já. Ég er ekki að vera leiðalegur. Ég elskar eitthvað á lífinu, sko. Hann fór í brefin, hann fór hratt. Hann losaði Marley 330 krónum. Hann kassaði út Marel mjög snemma. Í 330. Já, ég veit ekki þetta er 1000 kallir nú. Já, ekki gott múl fyrir ykkar. Það er basically núna auðvitað að það eru gæjar á okkur svona rooftop bar, öskur hlæjandi. Af Rikka. Já, menn eru grenjul hátur í hún. Hann er með álveru paper hands, sko. Hann líka bara vera að sjá veist, vinsasta tónlistar landsins, Ingo Veðurguð og stjórna FM. Hann genið frábæri því, sko. Hann er eitthvað mjög góður í því. Hlutabrifin hækkuðu mikið þegar hann sænaði Ingo. Maður sá hann aftur vera skokkuðum í hvítu gallaböksunum. Er hann virtasti umbóðsmaður landsins? Hörðu, ég labbaði með hann út á sporthúsinu á hann og þá labbaði hann inn í einhvern glænýjan, svona Discovery jeppa sem hann keipti bara kassanum í gær. Ekki undir 15M. Nei. Það er þetta líf. Ég sagði ekki, varst að fá þér þetta? Já, það var hann. Ég er ekki að ljúga. Jó, þú ert að ljúga, en flottu bíl einhvað sér. Ættum að sjá hana? Já, þetta er ekkert beint úr kassanum á 15M. Þú ert rosalega snöggur í gert. En þú vissum að sé ekki bara upp þetta? Nei, frá því í gær. Hvernig talaðu þú við hann? Ég skossaði með henni í gær, þá sá ég bílinn. En flottu bíl. Veistu hvað hann kæfti hann á það? Það veit, nei. Sko blöð, þú ert ammali. Þú ætlar að bóka Ingo í veistuna. Þú syngir Rikka. Já, þú þarft að heyri Rikka nú. Hann tekur próstina. Hvað kostaði bílinn gamli? Komið á hann. Ég er komin í álur bífi blóðan dag. Ég segi þetta séu að bílunum 10-15M. Já. Og hvað er þú með? Veitu hvað, ég held að við ættum að vera með svona viku special sem að við erum bara á messengerum í agli að spyrja spurning út í bæ. Það er að koma góð svör. Gröntlinur og... Þessi bíl er aldrei undir 10 miljón. Jú, Egil. Ok, það skiptir ekki máli. Settum undir einn ískaldan light. Eitt ískaldan light sem er bara einn í túbor kælinum okkar. Já, ok, vá. Því lít veðmál. Þá réttur með hana, ég vinn. Þetta er svo ég myndi fara hérna við mötuleiti með Steinda og segast alltaf bjóðunum út að borða. Já, mál er að við erum að vinna. Þetta er hræðilegt. Ég var sendur eitthvað. Skömmin er blöð að þú ert að skríða í kælun og réttunum. Nei, ég þarf ekki að skríða hann. Ég er bara að lappa í reykja. Þú var að skríða allsbyr í kælun. Mér fannst við sem er aldrei að fara að gerast. Mér fannst við special með okkar kæli. Dokkinni kom í sin eigin kæli líka. Menn er að herma, sko. Já. Það er bara, við byrjum fá okkur special made kæli. Segjum með dokk, special made kæli. Hver næst? Ég segi bara, hérna Hjöppi, bara þið eru velkomin, sko. Ég er ánægð með að hans er komið kæli líka. Já, ég meina Búi, okkar maður í Ölgerinni, ef hann er að hlusta, þú er alveg getað að hlera okkur aðeins að undan, sko. Já, Búi. En ég hefði gefið leifa það. Já, Hún leika byggði okkur okkar maður. Ves
Búi, ég báði VS Íslanda VS, þetta flókið það? Það sem er í þætti dagsins, við erum með 2 rándir að gesti. Það Gummi Ben er á leiðin því að Pepsi Max-deildin byrjar í kvöld. Ég peppaði fyrir þessari deild. Ég elska Pepsi nánast jafn mikið og Premier League. Þú ert rosalegur Pepsi maður. Ég er bara gaman að þessa deild, ég elska hana. Og ég er bara íslenski fótboltinn. Og bara stemming og Gummi Ben ætlar að koma hérna og ræða eins Pepsi-deildina Jökull Kali Nú verð ég verða þá að grípa inn sem frægasti mósvellingur landsins. Wow, þetta var góð. Ekki labbútreiður. Þeir eru utan Halldór Laxness. Já, ok, nei það vita fleiri hvað Kaleo heldur en Laxness með fullur vinningu fyrir Laxness. Já, ég ætlaði ekki. En ég er að spá einu. Þú í sjötta sæti? Nei, það eru margir orðið frægir. Ég er að spá einu, drengir. Ég verði að koma inn að því vorum að tala um Pepsi. Þetta er náttúrulega bara íslensku fótbolti og það er gaman á leikjum. Þú veist, það er stemning. En ég er orðin, ég held auðvitað með afturhaldingu, sko. Það er ekki Pepsi, sko. Nei, ég veit það, ég held með þeim í fótbolta. Þú heldur með afturhaldingu? Já, eðlilega. Eins og þú heldur með þínum mönnum sem veit ekki hvað liðið heitir, hvað sauðkræklingar eða hvað heitir liðið? Ertu vangir? Hvað heitir fótboltalið? Ég ætla bara ekki svona svara. Sauðkræklingar er geðveitt nafn á liðinu. Já, þið heitið samt eitthvað. Sauðkræklingar. Þetta er ekki svarað. Eru kláraði þess að ég veit ekki hvað liðið heitir. Sauðkræklingar. Ok, sauðkræklingar og þú heldur með Sauðkræklingar, hvað vekst þeim marga bjóra fyrir þá? Og hei, þú heldur með bregðan. Já. Eðlilega. Ég held með afturhaldingu. Þú ert með sauðkræklingum. Ég er að gera þetta viljandi. Nei, þú gerði það ekki fyrst. Ok, og ég hitti Skara daginn Óskar, sem er káringur. Óskar Örn Hauksson. Hann er frábær. Ég hef aldrei hitt hann áður. Fór í matabóti Blöð og hann var að það. Hann er alltaf að Blöð. Já, hann er alltaf að Hann er húsgagn á Blöð. Hann er mublaði á Blöð. Landi frá. Nei, hann er mublaði. Svili? Ef ég fer inn til Blöð, þá er Óskar. Nei, þú er aldrei komið á nærðar. Þetta er góð bútur. Akkur er þetta ljúa? Nei, ég veinu sem var til Blöð, hann var ekki að Nei, hann er En mublaði. Skar, ég get tekið það. Þetta er einn næsti toppmaður sem ég kynst. Ég þarf því miður að gefa hann einn aftan frá sunnudaginn. Ég elskar það. Ég elskar það lífinu. En það sem ég ætlaði að segja var það að ég er orðin káringur þegar í Pepsi. Nú er ég káringur í Pepsi. Þú er káringur? Hann er Svili minn og ég er Valsari. Já, það skiptir engum máli. Það kemur mér ekkert við. Heldur ekki með afturhaldingu? Nei, nú er ég káringur. Nei, veitur, Hannes er hjá Val. Já. Ok, Þetta er Valsari líka það? Ég er Valur káar til skiptina. Fyrir þetta hverju að spila. Heldur einhvern veginn með sauðkrækingun? Hvað eru þeir fyllið? Í körfunni? Ég veit ekki Ég veit ekki hvað þið heitir núna. Þú ert ekki velkomin að sögja Jó, er ég ekki velkomin? Nei. Af hverju finnst þér að vera disrespectin spyr hvað heitir lið? Ég fylgist ekki með þessu. Hún myndi að segja sauðkrækingur. Heldur að Siggi Smiður í Hólugötu 3 heldur að hann sé fúllandi með því ég vissi ekki hvað fótboltalegið Svo þetta á Hóla Því hún er til. Ég held að almenni sauðklækingur elskist enda út af lífinu. Ég elska sauðakorn. Ég dyrka sauðakorn. Þú þarf að vera bara í Pepsi Max þegar við erum undirbúið þáttinn. Það sagði ekki nafnir ég væri til. Hefur heyrt um Tindastól? Já, Tindastól. Þetta er svona líklegt að það sé liðið á hópnum. Hver er mesti, hvað er upp á sleið með til körfu? Segðu mér það. Er það ekki sauðklækingar? Nei, það er Tindastól. Það er 2 ástæður. Þeir eru með Fester og með krokodílinn sem logo. Hann er Hesper og er löngu farin. Hann er í Njarðvík í dag. Já, mér er drögglega saman það. Ég held með honum þegar hann var hjá ykkur og ég er mjög mikill áhuga ég er aðdáðandi krokodílsins. Hann eftir 1 matabóð heima ertu honum káringur? Já. Ég er grótarur káringur í dag. Ég er Skaramæður. Það er bara 1 matabóð. Óskar er bara minn maður. Hvað ætlaði að gera við út af því? Nei, ég get ekki gert við. Sænaði inn í káar í einu matabóð. Já, ég er líka. Skari var ekki eins og að reyna að sæna inn í neitt. Nei, hann er þetta að tala ekki um fótbolta. Ég er líka Valsari þegar Hannes er að spila. Já, bara hann er að spila bara í kvöld sko. Já, þá er ég Valsari í kvöld. Hvað er þetta flókið? Það er þetta rosalega. Valur í kvöld maður. Ég vil vona að mínir menn taki þetta í Val. Við erum með spurningkeppni Gilsarans og hvað voru áttur að vinna með þar? Sko, morgun er baráttudagur verkalýðsins. Baráttudagur verkamanna og ég er að veltaði fyrir mig hver er meiri fighter. Já, þetta er ekki hvori meiri verkamæður. Þetta er
Baráttudagur, ég er búin að taka King of Lagagómur sem er nett svona, þú veist Ég hlýt að rúla þessu upp maður. Þannig hver er meiri baráttumaður? Hver er meiri fighter? Við erum báðir samt alveg baráttumenn. Það ekki? Hljóma spennandi. Þekkið ekki er á sínum stað nýjasti liðurinn og talandi nýja liðu þá er ferðarleikur Bylgjunar líka á sínum stað. Ferðarleikur Bylgjunar á sínum stað. Við tókum upp klefa í dag og það er gaman að segja frá því að við tókum upp á vídeo klefan. Já, og við ætlum að setja inn vídeoðu eftir. Nei, það var að dettin. Já, ok. Það komið inn á Instagrami til mig. Það var að dettin og inn á vísi.is líka. Það er að ferða, það því að þetta er náttúrulega þessi klefi snýst hljóðin blöð. Þetta gerir ekkert annað. Þannig að ég held að áhörundur hafi gaman að sjá hvernig klefin er. Þannig er þið on camera, félagarnir. Já, við hendum okkur on camera. Báður er svolítið huggulegir og svona, þetta er góð hugmynd. En það er, sól, við erum í gýr, þá förum við bara í alvöru klassíkar hérna. Þið erum að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Styttist í Gumma Ben sem er á leiðinni, en það er Pepsi Max deildin að hefjast í kvöld. Valur í beinni á Stöðtu Sport, það meðan náttúrulega bara 200 manns mæta á leikinn. Já, ef ég væri að betting man, hvað myndi ég hólka á þarna? Það myndir að setja Val. Það myndi að setja Val. Það var 20% ávöxtun þannig að það er ekki mjög spennandi. Nei, ok, þannig að þá myndi maður setja frekar á IA. Nei myndir mögulega tapa, en þú veist. Er ekki betra að fá 20% ávöxtun en ekkert? Já, en þú fullri virðingu fyrir öllum Skagamannu sem er að hlusta Ná, ég held að ég fíla Skagamann. En nú varst að gera Skagamann hata blóndi eða. Já, það er ekki. Ég held að Valur myndi vinna leikinn. Akranes hata. Það er ekki bara ég, það er 1.20. Já, þú ert ekki velkomin að sögja. Rikki var að svara. Þetta er 7 miljónar bíl, blöð pakkaði með saman. 7 miljónar bíl. Þetta er ekki bara 7. Ég held að Rikki væri einhvern 11 til 15. Er það að fara í slúður? Leitt hann í út Já. Æ, greiði steind. Það verður greiði steindi. Bíberinn. Og það pakka hann saman Pakka við saman. Pakki dagsins. Kim Kardashian er byrjuð Oracle eitthvað. Hún er að fara að byrja með ungum rappara. Hún Kim Kardashian. Nei, hún er byrjuð með 60 sjómannsmanni. Þannig að þetta gæti ekki verið leikra fram frá Steindar. Ég veit ekki. Sagði ungur rappari. Hann sagði, veitur, svona rappara uppleið. Ungur. Hún fór í eldri mann. Hann heitir Van Jones og vinnur hjá CNN og 52 ára. Ég heyrði ykkur rotta saman Málið það, drengir. Ég var helvítinn aldrei. Ég sagði því Kim Kardashian myndi finna sem nýjan maka á undan Kanye West sem hún gerði 100%. Nei, þú varst að hamra því. Þetta er ungur rappari, Steindi. Þú verður að taka ósigurum eins og sigurum. Já, það er, þú veist, ok, ég myndi segja að þetta væri hálfur. Ég var ekki, hún er á undan honum. Þú gast ekki verið lengra frá þessu. Frá því þetta væri 27 ára rappari. Já, það var rétt hjá mér að hún 52 ára gammal það var rétt hjá mér að hún það var rétt hjá mér að hún fór á stað og undan. Þetta er að bakka upp Stóni aðeins. Hversu legit er þetta? Þetta er komið á alltaf helstu slúðum. Því að þetta hljómar eins og manure. Ég er enda síðan að gaur oft hjá Bill Maher. Þetta er topp náðingi sko. Því að hún er aldrei að fara í hún gæða sem á ekki krónu. Jú, hún er moldrík. Þetta er Kim. Já, heldur þess að fara bara í Sigga í rúmfattalaðinu. Hann starfaði fyrir Barack Obama í fórsetið því hann sko. Ég reyndar er alveg sko, þetta kemur ekkert óvart á hún vilji stabílan gæja. Þetta er topp, hann er svalum. Ég held að þetta sé bara gott múf fyrir Kim. Aðeins að setja smá þroska í sambandi sitt. Já, vonandi. Maður átti að miða það og myndi byrja með einhverjum ungu rappar eins og Steindi sagði sem er náttúrulega algjörlega út. En það var rétt hjá mér að þetta er mjög huggulegur þessi maður. Já, topp maður. Myndir ekki segja að þetta væri svona nett róttaka og Steindan okkar? Jó, en eins og ég ágjör af sko, hann er metur á 5M, þú veist, hann á basically ekki krónur sko. $5 milljónir? Já. Finnst þið það ekki eiga krónur? Já, svona tökum bara miðað við Kim og ég sá hana fyrir mér sko. Ég sá hana fyrir mig fara í einhvern algjöran Akkur þarf hún ríkan gaur þegar hún er moldrík. Já, ég hef áhugjur að því bara að þetta sé eitthvað svona 2-3 mánaða koncept. Ég áhugjur að því. Ég er ekki sammála því. Ég held að ef þetta er rétt þá held ég að þetta veri long term. Já, það er gott að heyra frá mannin sem hefur haft oft rétt fyrir sér en ekki Hef ég ekki haft alltaf rétt fyrir mér? Nei, við skulum ekki tapa okkur hérna. Þetta er 5M á móti 1B. Þú veist, þú setur þetta bara í samhengi. Þú hugsa rosalega mikið pening. Það segir mér. Það er bara frétt hérna. Van Jones net worth versus Kim. Þetta er allur heimurinn að spá í þessu. Þetta er Kim Kardashian. Eins og hún spáir í cash. Þetta segir mér. Neðurlega fólk að velta því fyrir sér
nýja mannina. Þetta segir mig samt að hún getur ekki eignast kærasta nema hann sé moldríkur. Getur hún ekki, ef hún fíla gauðin. Svo kemur bara Van Jones' net worth is estimated 5 million compared to Kim, which is 1 billion. It seems Van Jones can't quite keep up with the Kardashians just yet. Stendur orður rétt í þessari frétt. Þetta segir mér einmitt að þetta er alvöru. Hann 52 ára, hann ekki 60. Steindi, þú að prúfa þetta, þú ert annað með þetta. Já, þú veist, 52 og 8,600 miljónir á bankareikni. Hvað þarf þú eitthvað meira? Sko, ég ætla að vera nú ætla ég að taka við. Ég ætla ekki að vera leðilegur. Ég ætla að override the Oracle. Þetta 3 mánuða koncept. Og ef ég næði að pakka saman the Oracle, ef Van Jones verður bara átti farin að gera eitthvað sem hann var að gera, þá ég the winner. Sko, ef þetta satt til að byrja með, við þurfum að fá þetta staðfest fyrst í blöðum. Bara eins og allt. Ég ætla að miðlum bara. Nei, ég að segja staðfest. Ég gefur þessu 3 mánuði. Ef það kemur mynd af þeim tveimurinn á Instagraminu að Kim Kardashian, þá þetta staðfest, þau að hittast. Ef þetta staðfest, þá held ég að þetta sé ekki neina 3 mánuðir, þá held ég að þetta sé miklu meira. 3 ár? Já, sko, við teljum í árum fyrir einhverja mánuðum þá, sko. Næsta slúður Willow Smith. Vitið ykkur það Will Smith? Nei, Willow. En þú varst heldur nálægt. Nei, þetta dóttir Will Smith. Yes. Hann nálægt líka. Thank you. Og Jada Pinkett Smith, þetta dóttir þeirra, hún vil bara vera í sambandi með 2 manneskjum í einu. Hún sem sagt kom út daginn og hún fjölkær. Fjölkær? Já, hún hefur uppgötað að hún vil vera í fjölkæru sambandi og það að segja að hún vil eiga í sambandi við fleiri en eina manneskju í einu. En hefur samt, ég hefur það í huga, eiga aðeins 2 maka í senn. Þetta flækir hlutina. Þetta, veist, átt okkur því. Þetta bara eitthvað sem að getur, ok, ég veit að við erum nokkuð gamlir hérna í stúdíónu og það eru breytti tímar, en þetta eitthvað sem við getum bara hent fram bara Já, sko, ef makarnir eru til í þetta, það náttúrulega, sko, ég gæti ekki Ég hef ekki heyrt þetta orð. Fjölkæru sambandi, get ég verið í því? Ekki það að kona mig myndi samþykja? Nei, þú veist, ég myndi ekki samþykja. Þú veist, ég myndi ekki. Nei, ég myndi aldrei samþykja. Þú veist, ég gæti ekki byrja með konu sem myndi segja, heyrðu, já, þú ert einn af mörgum sem ég ætla að vera með. Það er fjölkvæni, það er algengt. Já, en svona í sambandi. Sko, málega hún þá bara, hún segist bara alltaf eiga 2 maka í einu. Útskýrun af hverju. Hann er búin að ákveða að þetta sé ekki einu sinni bara framtíðamakar. Nei, hún veist bara, hún mun aldrei fara yfir 2, segir hún. Það er sant. Þetta býður upp á vesen samt, sko. Það skilur þú veist, býður upp á vesen? Ef ég á 2 kærasta, Steinda og Blöð, annarkor ykkur er alltaf afbrýðisamur, ég bara gera eitthvað með Blöð og Steindi heima en akkur síðan ekki svona samlíf með Steinda og Blöð og ég ekki svona samlíf. Sko, ég er það afbrýðisamur að eðlisfæra, þetta var ekki sjens. Já, sem myndur að heyri mér og Steinda eitthvað í herbyggi, þú eitthvað ég er hangandi í herbyggi. Þetta er alvöru vesen. Ef við varum að gera eitthvað inn í herbyggju og þú verður bara fram í stofu. Ég er ekkert eitthvað að leggja kapal bara í herbygginu við hliðina. Það er alltaf einhvers stað drekkandi eða eitthvað. Eða við hinum maka minnum. Eru þá allir í... Já, en þið búið þau saman, öll, 3 eða? Hún á ekki maka í dag. Yes. En hún segist ekki allir í samband nema maki viti. Já, ég skilji. Þannig að þegar hún byrjar með einhverjum... Það var ekki exclusive. Þá segir hann bara, hún segir bara hreint út bara, ok, sko, mér langar að færa þetta á næsta level en þú ert ekki einn. Þannig að þú veist, stundum þarfst þú að fara heim á miðvikudögum og ég ætla að horfa á vídeo með einhverjum öðrum og tala við hann og hafa gaman og svo kemur þú. Já, vídeo er ekkert að trufla með hann sko en. Nei, sko þetta er rosa skrítið. Já, þú veist hvað við, bara svo hanga með einhverjum. En mér langar, þú veist, er þetta bara orðið algengt? Ég meina kannski spólum 200 ára fram með tíman, þá er kannski hlegja því hörðu fyrir 200 ára síðan, þátti fólk bara 1 maka. Því líki sveita löpar maður, það grínast það. Já, pæli því, bara þú voru alltaf bara 2 hangandi einhver staðar. Já, svo er það lokaslúrið, það er hins vegar af Justin Bieber, okkar maður. Hann hætti í vesinni í vikunni því að hann setti á Instagram, hann var með dretta og fekk mikið hatur fyrir því að hann væri að stela að culture stealing og fullt að liði sem að var að shame hann fyrir að vera með dretta. Ok. Já, ok. Sem hárgæsla eða ekki? Já, en hann var culture stealing sem sagt. Maður fór ekkert að segja, ég veit ekki. En sko, hann og Hailey, ég er nú með þau bæðið á Instagram og þau berjast mikið fyrir Black Lives Matter. Hann hef ekkert viljandi að stela einhverjum kultúr. Eina sem ég hef ágjur af sko er að ég sko, hann lukkar ekki 100% sober á þessari mynd sko. Nei, hann setti líka inn eitthvað. Ég er ekki að vera leðilegur sko. Steindi, þú sérfæðingur í sér. Já, nei, hann er ekki edrú þarna og ég hef búin að segja það lengi að
því miður að þá hérna Kislan ekki alveg, hún ekki farin, hann ekki 5. gír, hann í 3. gír núna. Þannig að ég hef alltaf sagt að hann setti líka inn á stórið sitt rosalegt svona Jesus eitthvað eftir þetta. Þannig að það eitthvað svona smá vesen okkar manni. Þú ferð á alveg bömmir. En já, smá vesen okkar manni. Ég nú verið að reyna að segja ykkur þetta, en þetta eins og ég segi, við viljum hana vel. Við vonum að Justin Bieber bara komi ferskur tilbaka. Já, ég meina, hann ferskur held ég. Hann segir það allavega, við skuldum auglýsingar og svo kemur Gummi Ben hingað í stúdíóð eftir, smá stund. Gummi Ben mættur hingað til okkar, verður velkominn. Takk hérlega. Hvernig, þú ert alltaf ferskur mig? Já, Mér líður vel. Já, ert ekki alltaf í góðu skapin? Jú, og mikið rauðvínsmaður, eins og við. Jú, mikið rétt. Pósta mikið af rauðvín á Instagram, þú ert náttúrulega influencer. Nei, það er alls ekki. Þú ert áhrifavald. Já, svona nettur þig ekki. Já, ég er bara með rauðvín mjög gott og hérna. Hvað eru rauðvínsfyrirtækin að borga fyrir að posta myndum af ekkert nefnilega og það er kannski alltaf að skoða það aðeins að menn myndu aðeins hafa samband, það var mjög vel þegið. Þetta er dýrt dæmi sko. Já, vonum að Hugi segja að hlusta til dæmis. Henda kassa 2 í GBN og hann hendur á Instagrami. Ég held að það sé bara Ég er opinn fyrir öll. Elskar steik og raut. Já, það verður ekkert mikið betra en það. Nei. Sammála GBN þar. Þá ert í góða heiminum. Já, ég er það líka hérna. Mér líður einhvern veginn eins og ég sé með 4 meðlumur í góða heiminum ég. Þú gæti verið bara einn af þessum þætti. Það er svumtirna sem myndir kannski fara fyrir brjóstaðar en svona 80% af þessu og þá erum við ferskir. Söðukræklingar. Já. Herðu, ég veist að Tindastóll það bara datt út. Ég heyrði það. Já, það en síðan samt þegar hann sagði, þegar Öddi sagði, en hefur heyrt Tindastól? Já. Þú varst ekki að kveikja samt strax. Já, heyrðu, en ég er alltaf sko manna, mér finnst nefnilega logoði á Tindastól í körfunni geggjað. Mér finnst að vera svo amrýst og gott maður og vera svona, þeir eru mörgu skrifum á undan öðrum logoðum. Krókódíllinn. Og ég er alltaf að segja auðvitað, akkur farið ekki krókódílinn á öxlina? Farðu og fáðu takk. En veistu á hverju þetta er krókódíll? Út af grifinni. Nei, hvað? Ekki greið, það er síkið. Hárið þetta, gerðu það. En við ætlum ekki að ræða körfubolta núna eins og, Dominos-deildin ennú spennandi. Pepsi Max deildin hefst í kvöld. Það er Valur Ía og ég held að það sé ekki hægt að fá dýrari sefræðing heldur en Gumma Beninga í stúdíu. Hvernig verður deildin í sumar? Ertu peppaður fyrir sumar? Já, ég er nefnilega mjög spenntur. Ég held að hún bara verði. Þetta verður skemmtilegast að deild sem þú séð á Íslandi í fótboltanum. Það er þannig. Það eru 5, ef ekki 6 lið sem að halda að þau getur orðið Íslandsmeistarar. Hvaða 5 lið, ég ætla ekki eins og láta að tella upp 6, hvaða 5 lið sérðu? Sko, að sjálfsögðu Valur, FH, KR, Breiðablik, Stjarnan. Þessi 5 lið halda að þau getur orðið Íslandsmeistarar. Og ég held reyndar að KA, þó þeir segið ekki beint út, ég held að KA og Samherji haldi það líka, þeir geti jafnvel orðið meistarar. Þannig að deildin hefur aldrei bara hún er mjög jöfn í ár. Já, ég veit ekki alveg hvort að hún verði síðan mjög jöfn, hún gæti alveg orðið tvískipt. Svona þessi 5-6 lið gætu kannski svona aðeins stíð frá hinum í næri pakkanum, en ég held að botbortan verði ekki síðri, reyndar mjög spennandi. Ef það verður byssa við hausina þér, hverju verða Íslandsmeistarar? Valur? Fyrir manni svo mig sem horfir ekki mikið á fótbolta, en ég náttúrulega var mikill káringur, sagðan? Já, ég grjótarur káringur. Ég veit þú varst að hlusta á hann. Ég er mikill svona Óskar er minn maður sko. Ég er mikill Valsar líka, Hannes er minn maður og fleiri. En ef hann þekkir ekkert í liðinu. Já. En svona þú veist, fyrir mann sem er ekki djúpt í þessu, en finnst gaman að horfa á fótbolta, hvaða leikmenn á ég að vera horfa eftir í þessu sísoni? Hvað getur þú nefnt 3 mest interesting leikmenn sem eru komin núna? Það sem ég er spenntastur fyrir allavega og ég hef mikla trú að hann muni gjössalega springa út í sumar er Ægir Jarl hjá KR, liðsfélagi Óskars. KR-ingur maður, mitt lið. Það er ekkert rosalega margir í Íslandi sem haldur með Val og KR í Pepsi-deildin. Hann er alltaf verið einstakur. I can't lose. Það er vel gert, þú ert að styrkja mitt lið í fíla. Sko, já, hann er klálega á þessum lista. FH, ég held að Jónatan Ingi verði frábær fyrir FH í sumar, menn er svona aðeins verið að bíða eftir honum, hann vanti smá stöðuleika í hann, en hann er verið sterkur í vetur og held að hann verði mjög góður fyrir þá og bara mér njóta þess að spila með Matta Vill og Stephen Lennon. Matti er komin heim, það verður mjög áhugavert að fylgjast með honum í FH, þú heldur reyndar ekkert með þeim. Nei, Frikki Dór heldur með þeim og ég held svolítið með Frikka, þannig að það er helst heldur.
Þú veit að nefna á þetta líka Jú, þegar hinn ekki að spila Sko Þú ert að verða svona eins og erpur Það er alveg sama hvað lifir í Íslandsmeistari Þú dettur í það með Já, bara ef það er stemning Ég er stemningsmaður Það er alltaf stemming Þetta er allan svona einhvern upp sem að með dettur í hug og þú getur fylgst með þeim Stína. Hvernig finnst þér hérna þínu menni í K.R. Hvað enda þeir eftir þetta sísón? Sko ég myndi spá K.R. 3. sætinu Og eftir blikum og Vali í fyrsta Gæti verið að Það sæla heldur að Valur og Hannes félagið minn séu bara, eru það fann að taka okkur blikan aftan frá eða verður þetta tæft? Ég held að verði mjög jafnt Ég held að Valur takir þetta lokum á reynslunni svona Nú varst þú Íslandsmeistari með Val 2007 Er Valsari þér? Ég veit að konaðin er Valsari Já, við þykir bara mjög vænt Val og átti frábæra tíma þar Þannig að þú ert eins og Steindi, Valsari og Káring Mér hefur alltaf dreymt að vera bara alveg eins og Steindi Ég var að fatta eitt rosalegt núna Ég er grjótharður blikamaður líka Af því að þeir voru að fá Jasonda Það er mósvellingur Já, það er reyndar líka nafn sem að við skulum aðeins dvelja við Veistu hvað pappas er? Svanþór Einarsson, fasteignasali í Mósberg Það er pappas Jason Það er pappas Jason Það er rosalegt Hvernig getur Jason það góður í fótbolta? Já, það er sko, Svanni er það ekki Ég og Svanni erum að spila í Hvíta Riddarunum í efri deild ásamt Gera Gúlla, Spjössa Seriós og fleiri mönnum og Vala Pepsi, hann á leiki Pepsi erum ekkert eðlilega góðir en það er ótrúlegt að Jason sé Varst ekki að slást við Svanþór í matabóðum daginn? Nei, voru að rífast Já, við töðum aðeins Já, röfluðum Við ljúum ekki að hlusta Steindi sendi okkur í FNF blöðtjattu á Facebook að hann verði á bömmur að því að hann og Svanni fasteignarsali þau rífist Svanþór Einarsson fasteignarsali En GBN, ég meina þeir vist þetta er ekkert versta bett sögunar að Breiðablik á fræðilega möguleika á dollunni þessi sísón Klárt mál og ég held Þú veist, ég ætla ekki að setja blikana neðarinn í annað sæti, það er bara Þetta er big words Þeir verða mjög öflugir Ég er alveg samfærum það, Óskar komið á annað ár með þá og þeir eru mjög vel þjálfaðir og komið bara með ofbúslega skemmtilegan og breiðan hóp Hverju verður síðasta sæti? Hverju verða lúserarnir í ár? Ég held að Leiknir endi á botninum Er þetta að henda breiðoltinu? Hann er bara á símtal frá normali Nú er GBN komin í álur í vesen Gunni er ekkert að fara upp í breiðholt næstu vikur Nei Dómusvöllurinn verður bara ekki nægilega sterkur fyrir þá Dómus Nova, heitir hann ekki? Jú, Dómus Nova En ég held bara því miður Ég held að verði ógeðslega gaman hjá þeim Ekki gaman að fá Leiknir upp? Jú, það er alveg frábært Þeir fóru niður síðast þegar komið að það í hitt skiptið sem þeir komið upp og ég held því miður að þeir bara ekki styrt sér nægilega mikið til þess að halda sér uppi Nei, menn nú eru við allir gambling menn hvernig fer Valur í það í kvöld? Ég held hann endi 3-1 fyrir Val 3-1 fyrir Val, ok, góða tölur Þetta er hins vegar, þetta er ótrúlega hættulegu leikur sem áður fyrir Val því að, sko Ég hef komað það síðustu 2 tímabil og lítið verið að gera í deildinni en bæðiskettin unnið á Hlíðarenda og núna eru þeir að mæta hérna það sem allir eru að spá þeim í neðstu sætónum og það þarf líklega ekkert að peppa þá allt og mikið eða mæta hérna Íslandsmeistarunum í fyrsta leik og nothing to lose time og yfirleitt svona í fyrstu umferð sérstaklega þá sjáum við óbúslega skrítin úrslit og Ég ætla að hólka á í að Skæin geti tekið valsarinn í kvöld Það var rosa Ég er rosa hissa En nú erum við að mæta þess að sunnundaði félagarnir Gilsi vs. GBN Hvernig leggst það Steindi Hvernig leggst það í þið? Það leggst mjög vel í mig Ég er mjög spenntur fyrir þeim leik K.R. hefur gengið mjög vel gegn blikum allavega á síðustu leikti og var ekki líka þar áriðið þar á undan ég veist Ég ætla að setja X á Ég skil ekki akkur allir að tala niður K.R. þeir séu bara í 5. sætu hörku lið með góðan þjálfara akkur allir að tala um svo K.R. Þeir eru með frábært lið og frábæran þjálfara og þeir, þú veist, ég spáði um 3. sæti en það er bara því ég get bara spáð einu liði en þú veist, ég hef oft heyrt ykkur spá og Hjörvar og svona og þið fríðtryggið allt en ég má bara setja eitt lið Það er meiri mækarinn sem er að fríðtryggja sko. En K.R. verður klánlega í baráttuna En af því að Dominos-deildin er á fullu líka og sko, ég var að hugsa um daginn ég veit að við erum að vinna hjá sín og eitthvað en ef það er einhver tíma tími til að kaupa stöðt og sport þá er það núna
Það er Dominos-deildin, hún er miljón, hún er aldrei jafn spennandi. Pepsi-deildin að byrja, EM í fótbolta er að byrja. Við erum með Ólís-deildina, meistaradeildin er að klárast þessum manni, þannig að Evrópdeildin, ekki gleyma henni. Já, það er bara mjög líklegt að mínu Spænski, aldrei verið meiri spenna í spænska boltanum. Já, þú veist, ég geti talið upp allt en ég var svona Já, halda áfram. var að kveikja mig, ég nenni ekki að vera spænska og Rauður og Klakar, náttúrulega stærsta raf íþróttalið landsins er á 15. Nákvæmlega. Hvernig verða Íslandsmeistari í körfu, Gummi, áður að sleppa þér? Ég ætla að segja Valur. Íslandsmeistari í körfu? Já. Þetta er ekki sátt um mig, ég ætla að segja Tindastóll. Nei, það er svolítið Ekki söðkraklingar Nei, söðkraklingarnir Söðkraklingarnir Þetta er óþægileg stundum Ég þurfti bara smá spjall við GBN og ég er búin að ákveða season betti með þessu sömar að koma á Twitter. Takk fyrir mig GBN, gott að hafa faglegan sérfræðingar. Gambling man, þá segir Gummi Bein að farið 3-1 val í kvöld. Gummi, takk fyrir að peppa okkur upp fyrir Pepsi-dildina. Þú neitar að koma einhvern veginn, við myndum spila Dangerous Love með Muscle Boy og hér kemur lagið þitt. Takk. Held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við Steindi komnir í klefan góða, þannig að við erum ekki í beinni útsendingu núna. Nei, hérna líður okkur vel sko. Já, og hér fer fram nýjasti liður FM 95 blöð, ásamt þekkið ekki, og það er ferðaleikur bylgjunnar. Já, hvað þetta hefur heitið ferðaleikur, sumarleikur, páskaleikur? Já, þetta er svona ferðaleikur, en akkurat núna er þetta sumarleikur, af því að það er sumar, og eins og alltaf, þá snýst þetta bara, við ringjum í einhverju manneski út í bæ. Já, ég ætla að gera hljóðum mín klárina. Já, þetta snýst hljóðin og við verum með fullt af hljóðum. Þú ert með hljóð, ég er með hljóð í tölvunni, ég er með hljóð hérna í símanum, og svo kom ég með svona heiman, svona alls konar Þetta er gott. Ég vissi ekki að það væri svona diskobolt í þessu. Já, ég kom með svona alls konar þetta gerir ekki neitt samt sko. Jó, þetta er svona snákahljóð. Já, okay. Ég verð kannski með eina snákarspurningu. Við sjáum til. Herru, hérna, ég er með alls konar svona til að vinna með það er fullt að drastli þetta til að vinna með hljóð. Já. Þú veist, við erum á fullu. Þú veist, þú heyrir þetta allt hérna. Þetta er bara fáránlegt að okkur ætla að vera með bók. Nei, ég er ekkert að segja að við erum með bók. Þú mátt ekki byrja að ofhugsa liðin. Nei, ég er að segja, ég þarf ekki að vera með bók, hún er hérna og það er bara option. Sko, ég ætla að vinna með nafni Hafdís. Já, virkilega fallið nafn. Já, alveg sem mamma mín. Já, Haddi maður. Já. Ég var að spáði að fara í mömmu þína en nei, ég ætla ekki að Nei, ekkert svona. Ég ætla með mömmu brandar í hættu. Nei, ekki mömmu brandar. Ertu tilbúin? Ég er klár. Ringi hérna. Já, það er komin einhver á línuna, drengir. Er þetta Hafdís? Já. Kottu sæl og blessuð, þú ert í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Nú er verkalýðsdagurinn, sagði það? Já. Verkalýðsdagurinn og maður sjá, strákar, Ívar, er það? Hvað er það? Það er ekki rétt, það er forbóði hvítasunnu. Það er forbóði hvítasunnu. Því miður, Hafdís, en við erum í rosalegu gýr hérna, Hafdís, núna. Þannig að við ætlum að spyrja þig annarri spurningu og ertu klár í hana? Þú fara aðra spurningu. Hvað gerðist á þjóðhátíðardegi Íslendinga? Þjóðhátíðardegi Íslendinga. Hvað gerðist þar, Hafdís? Hvað gerðist þar? Já. Sjálfstæði Íslendinga. Sjálfstæði Íslendinga, segirðu? Sjálfstæði Íslendinga og maður sjá, strákar, er það rétt? Gerðist það? Þannig, maður sjá, drengir. Ívar, hvað ertu með bjölluna? Maður sjá. Nei, það er ekki rétt því miður, þá höldum við upp á sumardaginn fyrsta. Því miður, þá höldum við upp á sumardaginn fyrsta. Það er þarna það er 18. júní skal ég segja þér, Hafdís, en þú ert samt helviti heppin í dag því við erum með einfalda spurningu í lokin, bara svona því mig langar að gefa þetta, Hafdís. Hvenær er verslunarmannahelgin haldin? Hvenær er verslunarmannahelgin haldin, Hafdís? Hún er haldin fyrstu helgin í ágúst. Og Ívar, hvað fáum við því, maður sjá, hvað kemur? Maður sjá, Ívar minn, snöggur. Nei, það er ekki rétt í miður. Þetta gekk ekki í dag, elsku Hafdís. Þannig að sumavinningurinn, hann mun fara í einhverja aðrar hendur, því miður, Ívar, er það ekki? Jó, því miður, það gekk ekki í dag. Við verðum að gera það, Hafdís, því miður. Við verðum að hleypa. Takk fyrir að taka þátt. Við verðum að hleypa hlustendum að, Hafdís, en takk hérlega fyrir að taka þátt og eigðu góða helgi. Það er föstudagur og við strákarnir, við erum í bullandi gíð, það er bullandi fössari og takk fyrir okkur, Hafdís mín. Hvað er það?
Þú ert að ruggla með hljóðið. Ég Þú veit það. gleymir alltaf að íta pásu Já, ég á veit það. hinu. Þú ert með spennandi hljóðið. Já, ég skil Þetta var alltaf yfir öllu. Já, þú meinar Sko, ég kom með hausverk, greið Ég veist kona. það, ég er bara, mér finnst þið svo Hvað hljóðið núna? Ég veit Skvett á ekki, já, þessu. það er svo, mér finnst þið svo æða sér að springa í Já. ennina Hvað Gæti er þetta bara pása þetta? þennan lið? Þetta var Super Mario hljóðið sumarleikur bylgjunars Ég er og bara vinningur fór ekki út. Ég þarf bara að fara að skóla mig Já, sko, ég heyrði ekki eins og hvort hún væri ósátt með þetta ekki. Þú varst með svo mikið að hljóðum, það heyrðist ekkert í henni. Ég vissi ekki eins og hvort hún væri bara á línunni ennþá hann í lokin En herru, þetta var sumarleikur bylginar og vinningurinn fór ekki út blöð Þannig að við getum þurft að hafa þetta í næstu viku Já, við getum þetta pásan. Já, og það líka Joel Corey, David Guetta, hann er nú spilað nokkuð sem í Íslandi. Við eigið spiluðum með honum Já, þið spilaði með honum, mætti hann ekki bara hérna með eitthvað svona, hvað heitir þetta, USB-leikil og flög svo bara heim. Sko, ef ég ætla að bakka Hann talaði ekki Ef ég einu ætla að sinni. bakka upp Guetta Já, 99,9% af DJ-um eru með spilíkir sko nú, ok. En á móti kemur að hann lendi á engaþóttunni sinni inn á Reykjavík svona 5 mínútur fyrir gig kerði niður eftir, labbaði upp á svið sagði ít á play, sagði ekki eitt orð bíll, flugvöllur, Já, herru, heim hann var hérna í svona hann var á landinu í 2 klukkutíma og kortur Hann hitti engan, mér finnst allt í lagi, ok, ef þú ert Jay-Z eða Beyoncé eða eitthvað, þá finnst mér ekkert skrítið svona, nein, herri, ég verðum alveg til að vera bara svona við hérna baksins eitthvað, ef þú ert David Guetta, hvað getur ekki heilsað Já, bara ég liðið meina- sem er að gigga með þér? það er líka oft sagt the French are asshole sko Já, hann er fransk. veist the French are asshole sko Okkur fannst mér að það vera spænsk. ég veit ekki það hann er French sko því meður sko Hann er að the French are French. asshole sko Æ, ég ég var get ekki að nefnt læsa- einn annan frægan franskan plötusnú sko Ég var að læsa þetta 3-1 Valur Ía Já, ég setti það Sko, líka. eftir faglegt spjall við GBN ok, hann sagði að Valum til liftadóllinni ok, auðvitað segja það flestir þrátt fyrir Þurfum ekki að hafa GBN sem svona sérfræðing okkar aðeins í já, sumar? svo inn á milli, myndi ég Já. segja en hann sagði að þetta var mjög tæft milli blika og Val og eftir það setti ég season bet og ég þakka GBN kærlega fyrir Og aðstoð hvað settur á breiðablika? Já, eðlilega Þetta er loyalty bet, reyndar hefur ekkert sem ég get tapað meira cash á neina loyalty betum í gegnum tíðina en why the hell not? Sko, við erum að fara núna í skal ég ykkur segja þekki eða ekki. Já, erfiðasta dagskólið Hvenær snýst það við og blöður ekki alltaf hann að Þú þyrftir að Hvað keppa erst þú búin að vera spurningkeppnina henni mörg ár? góð punktur Blondell Já, hefur þú prófað að vera hinum enn í henni eða? Það Reyndar bara ekki. mesta ógeð sem hún lendir í, sko. hann er best að vera með að þegja bara Sko, ég er að spá í að ef ég ekki oftast send þig fram fyrst. oftast, alltaf Já, ég ætla að breyta þig. það senda það klán út fyrst Já, Steindi, nú færð Ekki þú. kalla mig trúð aftur En, jú, ég skal fara fram Já, þú varst eiginlega að fara fram. Ekkert mál Og ég ætla að byrja þetta á Agli. Úff, þetta er mjög, má ég segja að þetta er mjög krefjandi liður, vægast sett Já, þú ert búin að segja það nokkur sinnum, sko. Það ég bara við kvíðin fyrir hann bara, veist, púlsinn, checka my Apple Watch púlsinn, betið þess En það er samt ekki 98, það er ekki aðeilegt sko Þú ert basically bara að vera 98, ég er ekki á æfingu sko Þú ert bara að vera reynskilin. Það er einu sem þú ert að þetta gera. er rosa þægilt fyrir þig að vera hann bara með þykka hár og Með mitt þykka hár. bara Þetta var óþóri. Býtu, ég næ ekki að fara hérna, okkur kemur ekki lagið. Ég er alltaf með Hvaða lag Jón ætlarðu að Jónsson fara í? hérna, ef ástin er hrein. Má sjá. ef ástin er hrein, Já, ef að elskanda John sko Já, þetta er geggja John er líka our biggest fan, hann er hlaupóður hleypur marathon á dag og er alltaf með F95 glöð í eyrunum I love you John Já, þetta er hann er hlusta á okkur núna hlaupandi Þetta er komið Ok, þá förum við í þetta. Ertu tilbúin Egill? Ertu ready? já, Ok, ætla að setja lagið hérna á og hafa það svona kósi Ok er ég að svara spurningum Ég trú ekki að setja að spyrja þessu. Við erum búin að gera þetta núna já, ég hef aldrei verið inni en það sko ég var vanlega fram fyrst sko Já, þetta er alveg eins. Er það? Og þegar þú kemur Ok. bara númer 2 Ég ætla að hver er uppáhaldsdrykkur þinn? minn Já, og þá er ég að tala um hvað drekkur mest fyrir utan vatn sko fyrir klukkan 2 á daginn drekk ég Nei, bara, ég þarf ekki svona ég er að útskipta fyrir þér Já, má ég útskipta fyrir þér já Ég drek- Hvað drekkur mest fyrir utan vatn? kaffi og ripped fyrir klukkan 2 út af því að sko half-lifeið á koffín í blóðinu er þú veist 6-7 tímar þannig að ég hætti að drekka koffi klukkan 2 til þess að ég fara úr kerfinu því að fara að sofa klukkan 20-30 Já, ok skilur hann að Frábær saga, en hvað ég drekkur hætti mest að drekka fyrir utan klukkan 2 vatn? Já, hvað er uppáhaldsdrykkur þinn fyrir utan vatn? ég var að segja þetta, flókið það
Hvað er að skrifa? Kaffi og ript? Sendur ekki vatn eftir það, klán. Ég sagði fyrir utan mat. Ég segi það, ript og kaffi. Já, ég þarf annarkort. Og séðan elskar ég líka lightbjór, auðvitað. Þú veist helgar og þú veist ég að fá með steik og rauðvin. Má ég segja það líka? Og ég segja kaffi. Svo skrifaðu ript, kaffi, lightbjór. Nei, glimtu og rauðvin. Það stendur ript. Bara eitt. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvað dýri eru valinu? Góður. Blöð, ég animal lover, sko. Já. Veist, þetta er bara Þetta er bara ég til að bjarga fjölskyldunni. Yes, ok. Yes. Svín. Ég veist Okay. Þetta er hræðilegt svar en hvað átti ég að segja? Nefndi eitthvað svar sem ekki er hræðilegt. Já, þetta er erfið spurning, ég gefi þetta. En gott svar. Hefur ekki. Nei, herru. Þetta er hræðilegt. Ok, ég er með smá breytingu núna sem hefur ekki verið á þér. Nú spyr ég þig ekki hvað fyrir mest í taugarnar við þér. Hvað fyrir mest í taugarnar þér við Steinda? Yes. Sko, það er ekki mikið. Steindi er frekar þægilegur náungi. Eins og þú veist. Sko, augljós svar var í óstundvísi. Þegar svo öll þjóðin veit hann óstundvís. En það er ekki svarið minn samt. Og það mér finnst hann búin að bæta sín. Er ég að tala með raskatum? Já, pínu en þú hittar hann oftar en ég á fundum núna. Er hann búin að bæta sín? Er þetta bara heppni á mér? Já, heppni á þér. Sko, það var þetta annað, sko. Þetta er annað hvort hann ofugsar hlutina mikið og hausinn á hann fyrir að snúa til hringi og hann kemst að ykkur niðurstöðu sem er engum tengslum með raunveruleikann. Og það er ekki gott, sko. En það er ekki svarið mitt, sko. Ég er líklega að segja, sko, hann er líklega bara ég myndi að segja að svarið væri hvað hann er graður. Það er mitt loka svar. Hann er ekki eðlilega graður. Þú getur ekki sagt að sem fyrir mest í taugarnar við Steinda er hvað hann er graður. Það er eitthvað í taugarnar þeirra. Já, en það graður hefur áhrif á sambandið okkar. Nei. Vinasambandið okkar. Er það svarið þitt, eða? Má ég segja mína skoðunina, hvernig er það? Nei, já, ok. Hann er graður. Ofugsar hlutina væri nummer 2 og óstundvísi nummer 3. Þá var það síðasta. Hvað heldur þú sé algengasta stellingin í gegnum tíðina? Mín? Já. Úff. Nei, Steinda náttúrulega. Nei, já, þín, sorry. Mín. Ég breyti bara ná. Ég get svarað með Steinda, það er ekkert þessi. Nei, hver er algengasta stellingin í gegnum tíðina? Svo óþægilegt. Já. Það er ekkert eðlilega óþægilegt. Er þetta svona óþægilegt þegar ég er í spurningakeppni? Já, það er mjög óþægilegt. Þetta eins eða? Já. Hvað heldur þér, veist? Já, ég veist, það eru 3-4 sem koma til greina sem eru svona eru líklega bara svona svipum stað, sko. Já, ég er ekki að telja það upp, sko. Nei, gott að bara veina Dögi líklega. Þá máttu fara fram. Takk fyrir hreinskilin svo. Það er ekkert eðlilega óþægilegt. Wow. Sendu Steindin. Ég hækka eins í laginu. Því lítla. GTRN, hún er aldrei komið eftir 95 blöð. Maður fá hana henni spjallmaður. GTRN, eða þú ætti að hlusta og verðum við virkilega til að fá því í þáttinn næsta fyrsta. Steindi er mættur í The Hot Seat. Egil var mjög hreinskilinn, ég vona að verða það líka. Já, ég er henni það. Erstu tilbúinn? Já, hann sagði að það væri mjög erfitt á leiðin út. Mjög, sagði hann. Hver er uppáhaldsdrykkurinn? Hvað heldur þú að drekki mest fyrir utan vatn? Mest? Pepsi Max. Pepsi Max? Held ég. Já, ég held ég með það, sko. Já, ég hugsa það. Annarkvort það eða raut. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er yfir valinu? Það er því ef ég er að sofa hjá dýri, það er því svona eitthvað sem væri svona Fjölskyldan var í fangelsi í Kólumbíu og þú ert að losa hana. Þetta er svona pínu Black Mirror, þar fekk ég hugmyndina í hraðaspurningum á sínum tíma, mannst ekki það? Já, fjölskyldan er þetta, já, þegar þurft að sofa hjá svíninu. Já, en veist hvað þurftir, sko, ég fór að hugsa strax bara hvað dýr er svona næsti að vera mennst. Ok. Ætlar í apan eða? Já, ég var að fara að segja rolla eða svín eða eitthvað svona eitthvað sem er með lappir og fætur og svona. Þú ert ekki að koma rosalega vel út úr þessu. Þú ert að tala hvað er þessi mörg dýr sem það er í. Abi. Já, ok. Það er ekki bara. Já, hvað fyrir mest í taugarnar þér við Egil? Ég er með smá breytingu hann. Vá, það
hvað fyrir mest í töðan mér við Egil, það er nú það er hérna það er voða lítið. Já, voðalega er ástangin okkur með Nú var það svipað. Mér veist hann svo þægilegur. Ég myndi mest í töðan mér og nú er ég bara að reyna á hreinskilin. Það er í dag. Já, ég veit það. Ég bara á erfitt með að finna það. Ég ætla að segja ekki bara hvað hann sé ógæðislega tímanlega. Hvað hann sé tímanlega? Eða þú veist svona, hvað sé það, svona accurate, skilur. Það kallast að vera stundvís? Já, svona square, hann er square. Þú veist, hann er ekki út fyrir boxið, gæði. Já, ok, square. Hann er svona Hann náttúrulega aldrei að fara að segja að hann sé square. Nei, ég veit það, ég þarf að finna eitthvað. Ok, hann segir, ok, square. Hann er rútínukall, sko. Rútínukall. Það fyrst að þykti taugandan mér eðla. Greinlega, nei, hann er stundvís, alltaf stundvís. Og þegar ég er svolítið setn og hann er alltaf stundvís. Svona, ef það fyrir taugandan er einhversi stundvís. Hann er tekur öllu bókstæðlega. Nára, síðasta, hver er algengasta stellingin í gegnum tíðina? Kynlífstellingin? Nei, hvernig þú veiðir? Já, ég er ekki mikill veiðimaður. Nei, já, kynlífstellingin. Ég er náttúrulega ekki, bara ég get ekki svaraði þetta. Nú, átt eitthvað? Á ég enga uppáhaldsstellingu? Nei, þú veist. Nei, þetta er ekki uppáhalds, ég veit hverju uppáhalds er það. Nei, það var ekkit uppáhalds. Ok, algengast. Hvað ertu, 36 ára? Hvað heldur þú sé svona algengast gegn tíðina þegar? Hvað myndir þú segja? Þetta er ræðileg spurning. Hvað myndir ég veit það ekki? Þetta er erfitt, sko. Já, en ég bara, þú veist, er það ekki bara eitthvað basic? Jú, hvað er basic? Nei, bara, þú veist, þetta hvað er basic? Nei, bara, þú veist, bara basic, skilur við, bara svona. Já, ég þarf mjög basic, bara. Ég get ekki skrifað basic. Nei, bara, þú veist, maður bara ná, eða, þú veist, hvað ég að segja. Það er ekki hægt að koma vel út úr þessu. Þetta er ógeðslega leikur. Þetta er þú óþolandi leikur. Ég get ekki komið vel út úr þessu. Nei, býttu aðeins. Ég var að segja, þú veist, bara svona basic, skilur, hvað vilt það ég segi? Þú mátt ekki segja neitt núna þegar ég geti komin inn. Hvað er orðið leiðilegu liður strax maður? Já, þetta var mjög leiðilegt, sko. Mjög erfitt, veist mér, sko. Ógeðslega erfitt. Ég byrjaði að spyrja þig, Egill, hver er uppáhaldsdrykkur Steindi? Hvað drekkur að mest fyrir utan vatn? Það er líka svo disturbing að hafa þessu ljúfu tóna undir þegar við erum að tala um einhverja kynlífstellingar. Ég er bara átsjón, sko. Það væri eitthvað koffíndrykkur eða kaffi eða rauðvin. Það er mikið rauðvin og klakar. Nei, hann sagði að veri næsta en Pepsi Max var rétt svar. Mér döði langar samt að gefa honum þetta. Það er bara mátt það ekki. Steindi út með award-winning show sem heitir rauðvin og klakar. Já, en ég fæ mér. Hann drekkur ekki rauðvin allar dag. Pepsi Max er svona go-to drykkur með mat, þú veist, lunch og kvöldmat. Pepsi Max er go-to drykkur, sammála því. Hver er uppáhaldsdrykkurinn hans Egil, Steindi? Sko, þú veist, uppáhaldsdrykkurinn. Nei, þú sagði það ekki. Nei, hérna, hvað drekkur hann mest? Já. Sko, hvað drekkur hann mest? Egil er, sko, það gæti verið Pepsi Max. Ég veit að Egil er ekki mikil sigurkall, sko. Það hefur komið alveg skýrt fram í þessu þætti. En ég bara hugsa um hvort það sé vatn. Fyrir utan vatn. Já, svarðu það? Já. Ok. Ekki vera reyður út í stónu. Nei, hann bara hlusta greinlega. Blöð, ég er ekki með komið í hann, sko. Já, ég er ekki með háa IQ. Já, sko, þegar komið í mann og ignora maður á svona occasional words. Bara slakað á. Ég sagði Pepsi Max. Nei, það var ripped. Já, þú veist, en sko, ég valdi nokkað drykki. Ripped, kaffi, fyrir klukkan 2 á daginn og svo er ofta rauðvin og light. Já. En Blöð valdi bara eitt af þessu. Það spyr ég þig, Egill, ef að Steindi er að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? God damn it, Gump. Sko, hvaða dýr getur gefið á hlið? Já, þú veist, út af því að þú veist. Ég var ekki að hugsa það. Nei, út af því að þú liggur. Það er ekki tækt með öllum dýrum. Það er ekki hægt bara með neinu dýri, held ég. Má ég segja eitt eða? Ekki, má ég segja selur eða? Má ég segja eitt eða? Eina vísbendingu? Nei,
Ekki verið að hjálpa gef mér spurningu. Kóta með dýr. Bara þú veist, það var Nei, ekki segja það. Ég var allavega ekki að leita eftir því hvað dýr væri á hlið. Við getum að orða það. Já, mátt segja það. Já. Varst ekki að spá í því? Nei, ég var bara ekkert að spá í því. Hvað segir þú? Hvað spáum maður í? Er þetta íslenskt dýr? Er til á Íslandi? Er þetta bara til í Afríku eða er þetta til á Íslandi dýr? Má ég svara því? Þá fæ ég svömi vísbendingu. Nei, þetta er ekki íslenskt dýr. Þetta er ekki húsdýr. Er ekki til á Íslandi dýr? Nei. Er það í Afríku? Já, sko, þá er þetta nokkurt flóðhestur, nasetningur eða lion. Ég var að segja við þetta væri ekki bara afrískt dýr. Þetta er bara, þetta dýr er út allan heim. Þetta er ekki bara Afríka. Þetta er einu dýrin. Hver myndi velja þessi dýr? Þú deyrð, svara það. Er þetta dýr til á Íslandi klán? Er þetta dýr til á Íslandi klán? Nei, ég er búin að löngu bara svara því. Hvernig getur þetta bara með ljón, nasetningur eða flóðhestur? Ég er bara að hugsa dýr sem er ekki til á Íslandi. Svara það bara. Hvernig heldur það myndi virka? A giraffe. Hvernig heldur það myndi virka? Ég myndi sofa hjá gíraffi. Heldur það myndi gera mikið fyrir gíraffi? Ég panikað, það var öskur á mig. Rétt svar var api. Hæ? Já, þú veist bara Er þetta að grína api? Já, þú veist, þá er ég að tala um bara man-sized api. Hvað, górilla? Já, ég var að hugsa bara hvað er líkast mannesku. Já, veist það mútið bók, þú er lamin eins og harðfyrst. Já, það er líkast mannesku. Eða ljón. Já, hann er störglega það, ég veit ekki neða. Górilla er miklu líkari mannesku heldur en ljón. Hvað sagði Egil, hvað dýri myndi hann svo? Já, greinilega ekki dýri frá Afríku. Ekki apa eða með hvernig hún fannst það svar vera mjög asnalegt. Þú veist að ætla að segja þá ekki eitthvað svona ég myndi ekki ég ætla að fá sömu vísbendingu. Er það íslenskt? Finnur þú Íslandi, já? Já, finnur þú Íslandi? Ég myndi það þægilegt. Svín? Svín er rétt. Komdu að sofa á svíni? Þú ert ekkert heðilega góður í svo leik. Þetta var fyrsta stíja samt sko. Þú ert að goddamn genius. Fannst þér górilla skrítið svar og þú valdi svín? Þetta er öll svör við þessu spurningu eru óþægileg. Nú spyr ég þig, Steindi, hvað finnst mest í taugarnar og agli við þig? Já, hvað finnst honum fara mest í taugarnar á mér? Nei, byrju, þetta er orðið svo skrítið. Þetta er flókið. Ég spurði Egil, hvað finnst mest í taugarnar við Steinda? Já, ég skil. Hann svaraði sko að ég væri óstundis. Nei. Það fyrir ekki lengur töðunar Mér stóð búin að bæta það þar. Já, ég er búin að bæta það. Þú ert bara ekki hægur og vast. Nei. Það sem fyrir mest í töðunar með eitthvað graður. Svo spurði ég Stoppum það. Það er taugarnar og agli hvað ég er graður. Hvernig meikar þetta senn? Hvað vill þið segja þetta? En ég kom með rökstuðning sko. Blöð gleymir rökstuðning. Það er það sem vantur átt í þetta innan dagskvöldi. Já, please, rökstuð þetta. Hvernig ætlar að gera það? Egil, hvað fyrir mest í töðunar og Steinda þegar kemur að þér? Ég ætla bara að segja sama svar. Nei, þú mátt ekki breyta Shit. Ég held að fara eiginlega ekki til töðunar á. Nei, þú ert svo frábær. Ég fer ekki til töðunar á Steinda. Nei, ekki neitt. Ég sagði það líka. Ég hef ekki séð hann pyrraðan á því. Aldrei æst sig við Gilsan. Hvað er ekki leiðið með því? Nei. Ég er mjög gaman að Gilsanum og ég hef ekkert að móti ykkur. Þið getur farið í sleik þegar auðlýsingar byrja. Hvað er það? Hvað ég er þver? Svona, nei. Jó, það er rétt svar. Nei, það var kátt square. Það er svona mikill rútínukall. En það feist ekki rétt svar, það ekki? Já, nei, sko málega, það feist samt ekki töðan. Það sem ég ætlaði að segja meira var svona að þú erir stundvís. Ég held að þú myndi segja að ég væri óstundis. Það væri stundi, þá myndi við. Það fór einu stöðunar á mér, þú er búin að bæta það. Þú var ekki stig. Síðasta spurning, Egil, hver er uppáháls? Nei, hvaða stellingu hefur Steindi farið oftast í á lífstíðinni? Þetta er ekki það sem það heldur. Hver er svona algengasta? Þjóðin veit svarið við þessu. Þjóðin bara veit ekki svarið. Á hlið. Nei, það er ekki þannig. Rangt, það er óná. Er það ekki það, upp á stellingin sko? Nei, rétt svar var óná. Óná? Hvað meinar þau með óná? Það var svarið þess. Hvernig ertu óná? Hann óná. Ertu óná? Shit, það er hræðilegt. Það er algengasta stellingin. Shit, það er hræðilegt. Hvað er svo hræðilegt það? Nei, bara þetta er ekki þekkt stellingin. Jó, þetta er bara svo trúboði. Já, trúboði, þá segir þú trúboði. Þú sagði óná. Já, hvað helst ég var að tala um óná? O-N-A, óná. Það var svarið. Hvað helst ég var að tala um? Ég meina bara þannig. Steindi, hvað sagði Egil? Hvað er algengasta í honum? Flesti byrja þar, eða ekki, í kynlífi.
Hvað gerir þú? Hvað var algengast á Agli? Það mjög gefins hvað það er. Þarf ég að segja það í útsendingunni? Hvað heldur hann hafi sagt? Það byrjar á D og endur lausunni. Doggy. Það er hár rétt. Steindi fekk 2 stig, Egill fekk ekkert. Þetta eru Það er ekki aðeins góður í þessu helviti algeng. Þú ert ekki aðeins lélegur í þessu, það er málið. Þetta er Tiesto með lagið Business og Egill fór nú bara að opna fyrir næsta gesti okkar hér í F95 Blöð, þannig við sitjum nú bara 2 hérna núna. Steindi, Jökull úr Kaleo er að fara þetta hérna í spjall. Ég er svolítið spenntur að fá hann af því að sko við Jökull náttúrulega we go way back eins og hann segir nú í laginu. Já. Það segir enda way down we go en ekki way back. Það er svona mál. Já, svo má velta steinu með það. En ég sko hérna það er annað að koma það er bara. En það sem ég finnst svo gaman beint í spjall Jökull. Það sem ég finnst svo gaman með Jökull sko er að hérna Nei, varst að koma í gjöf? Hvað er þetta? Present. Nú, ertu að grínast? Þetta er nýja afturöldingstreyjan og það stendur Kaleo er framan á treyjunni. Það er það sponsa afturöldingu eða? Þetta er mækin hérna. Þarna verður velkomin svona til að byrja með. Kaleo hérna framan á treyjunni aftur. Það er rosalega. Það er hárrétt. Ertu að grínast Jökull? Þetta er geðvikt. Ekki málið það? Það er Má ég þetta hérna? grjóthart. Þetta er fyrir þig. Þú voru að merkja hann eftir honi. Herðu, sko, málið er að sko, það er grjóthart þegar Kaleo pæli í á hvaða stað Kaleo er komið á þegar Kaleo er á miðjunni á íþróttabúningnum hjá afturöldingu. Já, Það verður ekki harðara. bara fyrsta spurning Jökull, bara svona beint í hvernig er staðina á Kaleo í COVID-röglunu? Herru, hún er búin að vera áhugaverð. Þetta er búin að vera náttúrulega óvanlegt ár eins og hjá öllum. En við vorum loksins að gefa út sem sagt plötu núna í síðustu viku. Já, og geggjuð plata Já, takk fyrir það. Og hún er svona búin að sitja á hakanum í bara ár sko. En er búið að vera að fresta því út af því að þið geti ekki túrað og annað? Já, svona aðalega af því að hérna, einmitt, þú veist þetta helst alltaf í hendur við tónleikaferðalagi. Já. Og hérna Því í dag þá varst ekki að selja plötur eins og þetta var í gamla Nei, daga. því miður. Nei. Þetta snýst ekki gigginn í dag. Já. Já, það er svolítið þannig. Og hérna búið að fresta þetta túrnum meir en ár. Já. Og hann er sem sagt settur núna á febrúar 22. En einmitt bara gaman að fá loksins að gefa út eitthvað sem maður er búin að vinna lengi sko. Já, ég bara eitt mitt upp á slag með ykkur er Skinny. Já, það er eðlilega gott lag sem ég heilt lengi sko. Talandi um það, ég var að fylgjast með þessu þegar þið upplótu læginu live útgáfinu af læginu með þér bara innum við eldgósið. Ég var að fylgjast bara sko, það kom á YouTube 11 mínútum síðar. Þá held ég að vera komið bara í, þú veist, 400.000 views bara og kommentin og bara eitthvað svona geðsíki. Er þetta, þú veist Þetta er svo mikil sturlun einhvern veginn, eða þú veist að því að svo Egill þú veist að tala um það lög sem eru komið yfir sko. Já, þú veist, það er með ótrúlega tölur á Spotify-akkantunum. Þetta er alltaf bara, þú veist þetta er alltaf amazing band sem Glacier er búin að græja það er bara þannig, þetta er rosalega tölur. Er þetta mest spilaða hljómsveit Íslandssögunar, nei bara allavega Íslands at the moment Sögunar á Spotify eða sögunar jafnilega. Hver á breyki þá, En hvernig er það reyndar ákveðverð spurning þegar lögin frá Spotify, hvernig er eins og dýllin ykkar, við vorum eitthvað að skoða Way Down We Go með, hvað sagði, 471 milljón spilana á Spotify. Eru þið bara með prósendur af því eða á plötufyrirtæki það eða hvernig virkar það allt? Þetta er bara svo sorgleg staða fyrir tónlistamenni mitt, þú veist, þegar að kemur að þessu og ég þurfti eiginlega bara, við þurftum að sita hérna í tölvöld lengri tíma. Ég er ennþá bara, ég fekk lögfræðing til þess að skýra þetta betur út fyrir mig en þetta er eiginlega bara svona hlægilega lítið mitt og þess vegna eru tónlistamenni eins og þeir sem stofnuðu Tidal, hérna Beyoncé og Jay-Z og þau að þú veist, reyna að fara á móti Spotify og iTunes og þessum að þeir eru að borga skilur listamannum allt og lítið og þetta eru plötufyrirtækin að taka rosalega skerf þess vegna byrja fólk að gera independent plötufyrirtæki til þess að taka bara inntekuna sjálf sko. Kanye West er búin að vera í barda bara að fá masterana sína bara mjög lengi Einmitt, og ég meina Beatles og fleiri náttúrulega bara veist, höfnuð að hafa tónlistar sína ABBA inn á Spotify fyrstu árin til þess mótmæla en síðan á endanum bara viltu fá skilur miljard streams eða viltu ekki þú veist, promotion eða móti sko. Er það ekki líka þannig að þegar þú byrjar í þessu
eins og þegar þú byrjar áður the shit svona þetta í dag þú veist, það er bara þeir eru búið eitthvað segun upp að blessa gamlega hörðu við ætlum að millifara þessu upphæðina hérna og halda honum búið til lög þú maður alltaf ofpeppaður, nýkomin í gang bara hörðu, kvittar á hans að lesa neitt og sér fattar maður ekki fyrir 2-3 mánuðum setna að þeir eiga mestan partina masterunum skilur Já, ég svolítið þannig góð punktur, ég samt fór ógeðslega varlega á sínum tíma í allt þetta dæmi þú veist, passa að vera með umbósmann fyrst þannig að hann geti mitt verið að leveragea dílana og allt sem þú þurft að gera rétt sko að þeim mitt maður vissi ekki neitt sko og svo kemur að þú þarft að vera með lögfræðing, þú þarft að vera með bókunarskrifstofu, publishing þú veist, plötufyrirtæki þetta er svo mikið já, þetta er bara, þú veist, algjört sko þannig að day to day manager í nokkuð allamis hún er að vinna sér gegnum 500-600 e-mail á dag En hvernig virkar það batteri núna þegar þið eru ekki að túra þá er samt bara, færð þú ég veit ekki hvort ég sem að spyrja of persónulega spurningar en færð þú bara laun frá útgáfinni mánalega? Já, við erum bara svolítið eins og fyrirtæki en það er bara vissulega mitt búið að vera heldur betur krefjandi svona í gegnum þennan tíma því að eins og segir, tekjulindin er í rauninni tónleikaferðlag sko. Já. Og giggið færast allir á 2002 það er ekkert gigg bóka á þessu ári Nei, það er fucking amazing Ég held að Kanye væri með allt á hreinu núna Þannig að þú ert laus ef að þjóðtíð verður on og ef að þjóðtíð verður hlusta þá ertu laus þá helgi Já, það er spurning, ég reyna að missa ekki að þjóðtíð allavega, persónulega sko Fyrst þú ert þarna í glasi með gítarina, það er gaman að Við getum nú sagt að hérna í þessum þætti á síðustu þjóðtíð, þá var nú Jökull með okkur hérna baksins, við spyrum hvort það var ekki til í eitt lag hann sagði, nei, herri, ég er ágætur En hvernig er það? Segjum að við værum núna bara hérna, værum á þjóðtíð og alveg svo þetta var, þú varst með okkur hérna baksins og allt þetta og við vorum bara að hafa gaman Mættur bara svona máttur randomli bara svona eða þú ert ykkur stóra skemmtist að til dæmis, einföldum það bara máttu bara, það er gítar, ég ætla bara að fara og spila nokkuð lög, máttu það? Sko, tæknilega séð er ég með samning við plötufyrirtækið í rauninni ekki sko. Nei Það er ekki greitt fyrir það Já, í rauninni, en þú veist, ég veit ekki hvar einmitt eru mörkin á bara mannréttindum og en tæknilega séðastu með, þú ert búin að skrifa undir samninga að og þú ert með þessi lög og búin að taka upp þá og þegar masterna skilur og þetta er flókið Já, þetta er ekki beðilega flókið Ég ætla ekki að ljúga því, ég var alveg tekið lag hér og þar skilur það hefur líka kannski rétt Fertug samlunum mínu, er ég bara að fá plötu fyrir þegar eitthvað á mig Þetta er alveg pirrandi, þú veist, eins og þú sagði ráðan þetta er basically segja þið frá Kali og byrja bara með þetta eigi svo það er bara Jökull starta því að þú ætla að eiga eitthvað neginn allt bara en þá er ekki sjálfur víst að þetta væri jafn stórt og þetta væri í dag en auðvitað ekki, Kali og þetta er shit sko, ég bara, við erum að tala eins og margir aðstættar eru að gera, slítið sér eitthvað neginn frá böndum og magna helviti sko ég bara kaus að gera það ekki, ég menna þú veist ég sé rétt call já, ég menna þú veist, get gert alls konar tónlist skilur að mér langar að gera reggilega á morgun þá gerir ég það, það er ekki þeir eru ekki að stjórna hvernig tónlist þú gefur út nei, það var alveg bara svona fyrsta sem að ég tók fram í plötusamningum var bara ég fengi að vera með creative control sko. Og smíðaður skinni og þess að veistlu í þetta COVID byrjaði að semja ekki COVID þetta er svona bara í rútunni sko. Sko, hérna, ég er búin að vera innbyr reiði í rútunni það er eitthvað reiði þarna já, við náttúrulega erum sko, við náttúrulega þekkjum bara way back og svo þannig að þú veist að ég er ekki með high IQ en ég er búin að hlusta mikið við erum búin að hlusta mikið á skinni og svona ég er búin að vera að rýna svolítið í textan af því að ég er svona áttum á því nákvæmlega hvað lagið er lagið er þetta aðdáðandi sem er með kröfur á þig? Nei, ég reyndar alltaf bara eiginlega að slefti að tala sko persónulega textana þannig séð, af því að mér finnst svo gaman gef mér vísmyndingu, er þetta fans en biti sko af því að mér finnst svo gaman að það kemur alls konar fólk, bara á öllum aldri og ég meina, þegar við erum með tónleika þá er þetta frá 16 og upp í svona 75 no joke, bara alltaf og hefur alltaf verið og það er svo gaman að fólk kemur bara og einhver er búin að mynda sér einhverju skoðun og tólka það persónulega sem er algjörlega örglega eftir því hvað hann er að gangi í gegnum þessum tíma þegar hann tengir við lagið og allt saman og eitthvað meina að taka þetta í burtu skilur ef að Dylan var alltaf að segja mér hvað Blow on the Wind eða þetta og þetta væri skilur ég lasi mitt kommenti bara út af því að þetta er náttúrulega mjög nýlegt vídeo að eitthvað með live-flutningum með þér og ég sá nefnilega að það var svo margir í kommentum, það var alltaf 20.000 kommenta bara á no time sem voru einhvern veginn svona á því að þetta væri bara eitt bestalagið ykkar frá upphafi og þetta væri svona eitthvað lag sem var að hjálpa þeim í gegnum einmitt eitthvað ferli
Það væri margir sem voru eitthvað svona að díla við eitthvað. Já, ég var með átröskun eða ég var með þetta og þetta lag hjálpaði mér aðeins núna og þetta moment. Já, ég meina að þú veist það líður vel með að lesa það örugglega. Glöggir sjá kannski að þetta er svona ákveðin ádela kannski á samfélagi eða svona standard og svo framvegis. Akkurat, já. Hver er svona, að þeir eru búin að fara í alla þessa þætti, hver er skemmtilegast af þessum talkshow hosts? Hvað er þetta? Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, þeir eru búin að vera næstaðar, Corden Kimmel, skemmtilegt Cohen, hvað heitir hann? Já, hann er geggjaður Conan, já. Hann var líka bara Já, ok hann var ekta svona músíkfan sko. Já. Hvernig er backstage aðstæðan? Er farið couple of beers eða hvernig er það? Er búið upp á kaldanuna bak við það? Já, Er þið með rætir? Já, ok, hvað er á rætitum ykkar? Það ætlar að uppdata hann fyrir næsta ár Græn epli og hvít hangklæði Voruð þið byrjar að fýblast með rætir? Ég held að minn sé aðeins öðru sér heldur hjá strákunum sko. Það er svona aðeins meira healthy oftast en nei Þeir eru strákandi fyllibittur Þeir eru erfiðir og þú ert Hafið leikið ykkur að vera með eitthvað sem er erfitt að fá? Voruð þið alveg komið þangað þegar að spila út allt bara í öllu sár? Við hefum oft uppdatað nefnitt bara eftir hvað landi þú ert í og eitthvað. Ég er oftast eitthvað erfiður að byggja þú veist eins og í munn hérna skilur að fá þessi rísa hérna bút og eitthvað Það fara okkur svarta marka að finna það í munn hérna Þú heimta stórt stigvið Bjórstigvið Ef þú væri í munn, að spila í Þýskaldi myndir ekki byggja svona risa bút Ég yrði óþægilegasta rockstjarn allra tíma því að ég væri komin svo djúpt í þetta að ég væri byrjað að byggja hluti sem er ekki hægt að fá Þú var að byggja mig mjög skríti Ég var alveg að spyrja líka fyrir Sveppa við okkar Hvernig var að hanga með Rolling Stones? Já, það var bara frekar eðlilegt í rauninni sko. Er það? Já, við voru Hvernig er hægt að segja þessi eðlilegt? Ég tapaði mér yfir hitti Gus Hansen sem er pókerspilari frá Danmark Ég hef heilt söguna á því þegar þú varst að lappa ykkur í Vegas Gus, hey Gus Þetta er pókerspilari En er ekkert skrítið að hitta svona legends? Maður hitt líka bara svo mikið fólki þannig séð ég veit ekki, ég fá að svona alveg huge, kannski þetta var Paul McCartney í Beatlunum, ég ætla ekki að ljúga að ég er bara alveg sultuslagur sko. En Sveppi hefði væntanlega ekki verið sultuslagur Rolling Stones er bara hans favorite En hver er svona, hvað í tónlist hver er svona þín, ekki bara eitthvað fyrir mín hvað hlustar þú á, hvað er go to stöfið þitt? Go to, kannski oftast bara einmitt blues eða eitthvað svona gammal delta blues Það ég ætla búin að vera mikið í Ameríku og það er gaman að kafa bara inn á líka country og folk tónlist og bara svona eitthvað með ræturnar þar sko En ég meina eins og hérna heima líka bara geðveitt að vera bara í útilegu og spila þessa gömlu íslensku þjóðlög sko Já Það er að bara sko, já, nú fyrsta lagi sem breykaði og eða bara bátu líður eða hvað þetta er, ég elska þetta sko Þetta komaðs aftur inn á þetta, sést Kaleo er orðin official sponsor á treyjunum hjá Afturheldingu í sumar. Hvað það Breiðablik Hefur einhvern tímann hljómsveit eða DJ verið framan á treyju hjá Eftir sem við veitum þá hefur það ekki Það var frábært ef kannski Breiðablik myndi heyri í mér ef Muscle Boy verið framan á blikatreyjunum það myndi gera heilviti mikið Þetta gerir seint en það er Muscle Boy ekki með lag eins og þetta Við ætlum að heyra upp á slæði okkur í dag Það er Skinny Tjekkum á þessu Hárið það er Túborg og Keiluhöllin sem fær ykkur F95 blöð og já, Keiluhöllin er í bara blússandi gýrum helgina það er passað upp á sóttvarnið þar og Jói okkar maður er með allt upp á 10 þar, ég get lofa ykkur því og svo er tilbúið á Shaken Pizza þið pantið 2 og fáið 3. pizzuna frýtt Nú ert þú í Mosó, Jökull, hefur horfað á Shaken Pizza? Nei Kannski ekki logið hérna fyrir sponsorn Hann er 2,5% svita sko, ég klippið hann Já, reyndar En það er ekki of seintur hann að fara Nei, við mælum með Banderas eða ekki Já, Banderas er mín pizza allavega Gummi Ben líka geggju Já, Gummi Bear Já, Banderas er hún svo sterk og fín sko, ég mist hún mjög góð Það er svona sunnudags Já, hún er bara, hún er í ruglinu sko En ég fíla Keilu, ég veit það Með hverjum helduru í Pepsi Max-deildinni Ég veit að þú heldur með afturheldingu en það er nafnið á hljómsveitinni framan á búningunum en Já, það er erfitt Hverju viltu að vera Íslandsmeistara í fótbolta? Bara valsarðinni sterkir Mjög gott svar Þurfum ekki að breyta því Gummi Bear sagði Valur líka
heldur að verði, hann meiri káringu samt sko. En við ætlum að henda þér í hraðaspurningar Jökull eins og við gerum við alla okkar gesti og þú getur ekki svarað vitlaust, þú vart bara að svara fyrsta sem þetta eftir í hug. Já. Þú basically bara hreinsar hug. Kemur ekki nýra þér. Bara segja fyrsta sem kemur. Löt það bara ekkert á þessu sko. Nei, það er hressandi að setja hér. Ertu tilbúin? Já. Uppáhaldsmatur? Vá, allt og lengi að hugsa sko. Ekki segja sushi. Sushi, uppáhalds sjónvarpsþáttur? Vá, ég líti í þessu sko. Horfur ekki á sjónvarp? Nei, ekki þætti sko. Þannig að það sem er tónlist á daginn sko. Bara, hvað kom upp í hugan? Bara Dexter, þú veist þegar ég var 16 eða eitthvað. Dexter, mjög gott svar. Hvað fyrir mest í töður þær? Það er svo margt. Hvað kom fyrst í hugan? Allt og margt. Ég er hræðilegur í þessum leik sko. COVID, gott svar. Í hverju semuru? Narjum. Fallegasti kvenmaður heims fyrir utan maka? Já. Ekki segja mamma Nei, mitt sko. Nú hljómsveitir heims fræ, það sem mannski ekki að hitta á þessu. Ég segja Cameron Diaz í mask. Cameron Diaz í mask. Býtu, ertu ennþá 16 ára bara í öllu spurningunum? Hann er ekki vel að horfa sjónvarp síðan. Lið í ensku, þetta veit ég og er mjög annað þetta svar. Það er United Grjót, það er United maður. Ef þú mætti djamma með hverjum, þetta er eitthvað áhugaverð spurning á þig, þar sem þú ert nú orðin, rockstjarna út í heimi. Ef þú mætti djamma með hverjum sem eitt kvöld, hver eru fyrir valinu? Ég held kannski Johnny Depp. Það er rosalegt val. Það væri hættulegt kvöld hjá ykkur félagunum held ég. Hvað drekkur á djamminu, talandi djammi? G.O.T. rauðvín. G.O.T. rauðvín. Ef þú mættir hafa leikið aðalhlutur ekki, hvaða bíómynd sem er, hvaða myndir eru fyrir valinu? Ef ég mætti leika aðalhlutur ekki? Já, sem sagt það bíómyndin. Já. Þú mátt velja hvaða bíómynd sem er sem hefur komið út. Batman. Hvað klikir í þér? Kona mín. Já, hvað besta hljómsveit allra tíma? Bílarnir. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Er það ekki bara Þetta er alveg hræðileg. Þessi er erfið, ég svaraði hana rétt á hann sko. Hvað er fólk að svara? Egil og Steindi eru báðir búin að svara og þeir er erfið. Steindi Hendi górilu og Egil hendi svín. Já sko, það er ekkert rámt eða rétt svar hana. Nei, bara hvað kom fyrst í hugan, hvað er svona? Það kom ekki neitt snemma í hugan hana. Það verður að svara einhverju. Henda þér í svíni eða? Ég var að segja bara hvað er svona kvenlegasta dýrið eitthvað kattartegund eða? Eitthvað köttur? Tígrisdýr? Hvað er flottasta merkið? Man United logoði bara. Gert, og hvaða lag fyrir að fónin til að koma þér í gýrin? Let's get it on, Marvin Gaye. Wow, vel gert. Það er rosalega. Ég var að tala um svona detti í stöð en henda þú það virkar á bæði svo sem. Þetta er erfitt, þetta er hraðaspurningar og blöð sko. Nei, það kom bara náður. Gæðin sem er næstu mér að kvísla mér svíni Egil sagði þetta á hann sagði svíni. Þetta er erfið spurning. Hún er það, ég er ekkert að dæma. Þú sagðir gíraffi sko. Nei, hvað er besta svar sem þú fengið við þessari spurningu? Ég er einhvern veginn tengt mestu höfrung sem er þá. Höfrung? Það hljómar bara eins og misnotkun. Ég er að fatta hvaða dýr ég átt að segja á hann. Hvalur, hann er með hól á bakinu. Var ekki einhvern veginn svona hann andar með hólunlistu þú sko. Kæfa. Við getum rætt þetta kæfa með limuna. Það þarf alltaf að drepa allt. Þegar gesturinn okkar er farin, hvað er framöndan núna? Jökull, hvað tónleikatúrin er 2021? Hann er 22, já. Já, 22 segir hann. Já, þannig að ertu bara heima á Íslandi í chillinu fram að því? Já, við erum hérna náttúrulega búin að vera bara að reyna að nýta tíman í meðalans að taka upp þessi live-vídeó hérna heima. Já. Eins og eldfellið var ekkert það er íslenskt koncept í gangi. Þú veist, þeir að vinna með íslenska náttúru. Já, algjörlega, þú veist, og hérna búið að langa að gera miklu meira á þessu síðustu ár. Við vorum ekki búin að gera þetta í eitthvað 5 ár þegar við fórum hérna í Fjallsálón sko. Já. Þannig að við bara aldrei verið tímið, þannig séð. Og þetta tekur alveg undirbúning og svona. Eitt ár og ferð, ég verði alveg að vita, því það eru svo margir sem halda að sé náttúrulega bara lúksuslíf að vera að túra bara Bandaríki með geggjaða tónleik út allt og svona. Er þetta, þú veist, jú, þetta er þetta gaman, en hvernig er þetta samt? Þú veist, getur þú lýst aðeins bara í örstuttu máli bara hvernig er að túra, bara sofa í rútu og vera bara einhvers staðar á ferðinni í marga mánuði? Er þetta glamur eins og heldur þetta sé? Bara svona algjörlega upp og niður held ég, eins og
eins og lífið, kannski aðeins stærri sveiflur. Ég meina, þú veist, þetta ógeðslega gaman að spila fyrir fullt af fólki og upplifa allan, það vissulega glamúr hlið að því, skilurðu. En ég meina, svo ertu bara fastur í rútu í 20 klukkutíma og getur ekki sofið þegar það hristist allir vagnin og ég veit ekki hvað og hvað. Ertu stundum í rútunni þá bara, akkur ég ekki bara eitthvað málari, akkur ég ekki bara vinna á fluggar og setja beinkvítt á okkar hús og bara með headphone? Kemur upp í hugan, sko, stundum að maður ekki búin að koma heim í ári eitthvað. Þannig að þetta algjörlega bara einhvern veginn svart og hvít, sko. Já, með þessum orðum ætlum við að kveðja Jökul, takk kærlega fyrir komuna og til hamingju með plötuna, snillingur. Og treyjuna. Já, og treyjuna, konið framan á aftureldi treyjuna. Hörru, fóð þetta hratt inn hérna. Spurningkeppni Gilsarans hér eftir þetta. Já, mikið rétt, það Túborg og Keiluhöllin sem færa þér FN95 blöð og Búi, ef þú ert að hlusta, það þarf að fara að fylla á kælinn hjá okkur hérna, Túborg kælinn. Já, Búi, ríðuð í gang, Búi, sko. Það er ekki út á okkur. Það er VS og Classic. Sko, málega er Túborg Light. Þráinn er alvöru fyllibita, Þráinn á bylginni og Rikki G, þeir eru að klára kæla. Málega er að búin að stela svona 2 kannski. Þráinn elskar ekkert meira í lífunu en að hella í sig. Og líka Richard, og Plótvili líka, sko, ekki lega Kristín Rut er líka álveru fyllibita. Kristín er fyllibita líka. Rosalega fyllibita. Sko, brennslugengi er að laumast í kælinn, sko, það er staðfest. En kannski eru við vestir. Flestir á Action eru retired, sko, þannig að það er ekki þeir, sko. Herðu, góður punktur, þeir eru náttúrulega allir þurrkar á Action, okkur feilum við ekki kælinn þar. Eða bara, okkur kaupum við ekki bara færa þangað. Okkur kaupum við bara einfaldan lás á Excellent kælinn. pointer, Blondale. Að læsa kælinn. Já, herru, reynda góður punktur, kaupa bara lás á hann, en drengir, klukkan er bara verða 6. Við náðum ekki svona að fara í spurningkeppnina eða Eða ekki að hendi Jú, hendum í hana þetta í restina. Já, anskotin hafið það. Er það að fara í hana? Ég er með fell Við og getum að tekja næsta fyrst að þið viljið. Já, veist, hvort myndir þú frekar Bara þið metið hvernig tíma við höfum til það. Já, hendur við bara hérna, það er 9 mínútur eftir. Ég ætla að ná mér í ískaldan Túborgan Settu bara trailerinn á meðan, Blondale. Er trailerinn það? Það, og ég að nenna því. Ertu með hann það? Býtu, er hann tindur eða? Sett hann á, eða ég rek þig, Blondale. 10 years. Nenni því ekki. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch. And I'm gonna need an answer. Herri, ég skal hafa trailerinn undir. Við erum í tímafröng klukkan. Thank you, Blondale. Ok, þetta er sett King of Being a Fighter. Og sérst ástæðan er að það er baráttudagur verkarlýðsins 1. maí á morgun. Það er skitað, rauðu dagur og lögati. Já, ég er samt working þá. Gæti mögulega ég vinnur alki. Kann ekki taka frí. Nei. En allavega það er umtala. Hver er svona meiri baráttumaður eða meiri fighter? Steinþór? Já. Eða The Poop? Og hérna ég myndi segja sko þetta er 50-50 bet svona fyrirfram. Hefurðu labbað into your bus og barist fyrir því að fá launahækkun? Ég beði launahækkun, já. En varstu baðst það eins og að wimp? Eða barður í borðið og sagðir launahækkun? Ég barði ekkert í borðið. Ég spurði hvort það væri mögulegt að fá launahækkun. Og leið mér að geta það, fækst hann ekki? Jú, ég fekk hann reyndar á þeim tíma. Ok, var svona nice. Nice guys finished last. Það er ekki allavega þá. En Stone? Ég veit ekki hvort það er punktur eða ekki. Nei, ég held ekki. Alltaf verið bara í high paying job. Ég var í 70 mínútum at the time. Nei, ég spurður mann í svimu launahækkuna? Nei, hann var bara trúður á plan eins og ég. Ég kallar mann í svim trúð sko. Ekki on my watch. Í 70 mínútum var það. Það er successful entrepreneur. Og Joe líka, við vorum allir bara á planið hann. Hver var your big giant boss þá? Bussi. Bussi boy. Sko, ég náttúrulega var verktaki svo lengi. Ég var verktaki bara ykkur 10-12 ára eitthvað. Þannig að það var erfitt að beða sjálf á mig það. Ég er verktaki. Þannig að ég þurfti bara að vinna meira. 1-0 fyrir Blondale. Hefurðu barist fyrir stelpu? Barist fyrir stelpu? Rögstunningur? Það meina að sko, þú bara lagt allt í sölurnar. Ertu að tala um Mortal Kombat stæl bara, heyru? Nei, ég bara meina að þú lagðir allt í sölurnar til þess að ná í henni. Svo til þess bara,
bjóðum til útlanda eða eitthvað hannig Já, svo að reyna við stelpur bara. Já, stopp bara hana. Eða bara bjóðum til erlendis eða eitthvað hannig Og það bjóða stelpur til útlanda. Jú, ég hef ekki barist fyrir píu einhvern mann. Já, ég seti punktur með hana. Punktur á blöð hana? Já. Er það ekki? Ég meina, ég reyndi að skrifa ástabrif og eitthvað til að heilla píur, þannig að ég barist fyrir stokkum. Já, þú veist gæl út. Já, ég held að ég hef ekki gert það. Nei. Ekki barist. Stendi, rífðu þið í gang. Já. Þú veist, 2-0 fyrir bláðan Ég hef gengið á eftir, þú veist, ég fekk date með konu minni. Gengið eftir, þú hlaupuð eftir píum í kringlu. Nei, það er rátt hjá okkur, ég hljóp aldrei. Og ég var með bás. Ég skal bara taka þetta stig á mig. Það er 2-0. Áttu stundum í baráttu við sjálfa þig. Og þá, veist þú það mjög mikla. Er það ekki? Jú, alltaf, á hverjum degi sko. Ég er með alls konar kvilla í sko. Það var eftir að halda heilan félagsfræðikurs bara hvað þessi að mér. Telur upp 2-3 kvilla? Nei, bara, þú veist, ég er náttúrulega með athyglisbrest og hérna, þú veist, ég er mikið að mér, þannig sé, þú veist, skilur ég bara lifið með því. Já, ég er í baráttu sjálf með líka, á hverjum einasta degi. Og þegar ég var að tala um þessu, mennur er með kannski eitthvað áfengisvíkt, spilavíkt, killisvíkt, allt þetta, þú veist. Já, ég er ekki með killisvíkt, en ég er að berjast við sjálfum og hinum 2 stöðum, ég veit ekki henni það alveg. Hvað, killisvíkn og spilavíkt? Nei, ég er bara að halda niður spilavíkn og áfengisvíkt. Jú. Það er fýtt gamblir fyrst mér sko. Já, þakka fyrir það. Geggjaðu gamblir? Nema þú eru reyður. Sko, ég sé, þegar blöður eru reyður, þá fer his gambling talent out the window. Því ég sé það á blatteborðunum. It's a saying, never gamble angry. Hörru, næsta. En þið fengið báðu punktana. Hefur barist fyrir því að gefa það á hlið? Klukkan alveg að 6. Þess að komst inn. Nei, ég hef aldrei beðið um það. Nei. Á æðum minni. Stendi, þetta er aldrei beðið um það. Ef þú farið punktana. Ég hef ekki barist fyrir því að gefa það á hlið. Nei, hver heldur að hafi gert það? Heldur að ég hef barist fyrir því? Heldur að ég hef sagt bara please maður, gerðu það maður, please maður, kont á hlið maður, gerðu það. Ég var að reyna að komast snirtilega frá þessum daginn. Ég sé mjög mikið eftir að þetta situr í agli sko. En er þetta punktraðið? Já, þetta er 3-3. Nei, þetta er ekki punktur. 3-2 þá, hann var bara með 1. Fæst ekki stig hana? Nei, ég hef ekki barist fyrir neinu. Fyrst þið gott að láta löðrunga á því og niðurlaga því í beddanum? Hvað er þetta maður? BDSM sem sagt. Já, þú sagði þér í síðustu viku og elski BDSM fettis Nei, ég sko sagði þú næsti rosalega tekur alltaf saman ekki. Já, finnst þér eins og ég hef sagt ég væri með BDSM fettis? Er það ekki? Nei, ég gerði það ekki. Ég sagði, ef þú væri með eitthvað, ef þú myndir þurfa að velja eitthvað fettis sem væri næstir þá var það BDSM. Já, og ég myndi frekar, ég myndi halda það frekar. Ég er nefnilega, ég ber fulla virðingu fyrir BDSM. Er það ekki? Já, en ég er mjög langt frá það, þannig að þetta er nei hjá mér. Þú veist, ég las þetta þannig. Þetta lítur að vera punktur og steinda. Mér fannst þetta bara að vera þannig á auðvitað dagi. Mér hvort myndur þið freka fíla og þetta handjátnaði við rúm eða láta pissa þig. Það er ekkert í þessu. Ég sagði handjátnaði við rúm. Það er ekkert í þessu kæftæði. Nei, þetta er ekkert kæftæði. Þetta er bara margir í þessu. Ég segi bara, nei, ég er ekki í þessu. Nei, ok, það er þá 3-2 fyrir púp. Fættist á Sauðárkrók með gal tóma vasa en barðist og núna ertu í mansion í Fossvoginum og bara celebrity friends. Við þökkum bara kella fyrir hlustuna og við verðum mættir hér næsta föstudag. Klukkan er orðin 6.